Já, komið heil og sæl, kæru hlustendur. Það styttist í þátt 200 byrkir og fluga. 4 ára afmæli. Já, og við erum með hörku dagskrá inn í haustið, en við erum líka með hörku þátt í kvöld. Við erum að kickstarta haustinu ansi vel. Já, heldur betur. Kannski rétt árum koma að þætti kvöldsins, kæru hlustendur, það var það Autocenter. Jú. Bíllinn kláruð viðgerð, þá fara hann, sko, það er ekki bara að það sé búið að gera við hann upp á 10. Heldur er búið að bónan, þrífan, allt klárt. Hann kemur flottari tilbaka. Eins og úr umbúðinu. Já. Þannig að Autocenter menn, þeir greiða Teslurnar ykkar, yngar ágjör af því. Og svo er þetta Serrano Fresh Happy Max. Fresh Happy Max. En það er komið að gesti kvöldsins, eða í dagsins. Já, við erum eiginlega ekki eftir dark í dag. Aldrei svo vant, ekki eftir dark, en já, Guðmundur Fertram, Sigurjónsson, forstjóri og stofnandi Keresis. Ég er bara búin að reyna að fá hann svona 38 sinni. Og það hafði stemmir að lokum. Vertu hjartanlega velkomin. Já, sælir, gaman að vera hjá okkur. Já, takk fyrir að koma. Heiðurinn okkar. Byrjum kannski bara á því, hvernig liggur á þér? Ég er bara ansi góður. Það ekki? Gaman að vera til í góða veðurinn og... Þetta veður, þetta er náttúrulega ekki, við erum ekki mikið að væla þetta, þetta er ekki bóðulegt. Er það nokkuð? Ég veit ekki, allan að það herðið mann, ekki? Já, þetta herðið mann. Já, kannski eitt, minnstu að, verðum að peppa það, Birgir. Já. Við erum að fara til Grænlands. Two More Sleeps með Birni Þorfinnsinni að ræða við eldfórstöru Amarok. Þannig að við hvetjum alla til þess að fylgja okkur á Instagram. Það verður veisla þar, vonandi. En ef við förum bara beint í mannin, Guðmundur, sko, byrjum á heimarótunum. Ert fæddur og uppalinn á Ísafirði, ekki satt? Nei, reyndar ekki. Ég er fæddur reyndar í Þýskalandi, en ég er svona uppalinn þar að hluta til á Ísafirði. Okay. Foreldrar minn eru bara íslensk. Já. Þú voru námut í Hamborg í Þýskalandi þegar ég fæddist. Hvað ertu gamall þegar þú flyttur heim? Ég er líka 4 ára gamall, en svo voru þau með svona annan fótinn í Þýskalandi bara fram eftir öllu, sko. Þannig að þau fóru til Þýskalands á sumrin og ég var sendur til á Ísafirði. Já. Þannig að ég var mikið á Ísafirði þegar ég strákur og bara alveg þangað til. Já, bara ennþá. Já. Var ekki geggjað að alast upp á það? Jú, það er bara frábært og verið í tengslu við náttúruna og afa og ömmu og sjóinn og hafið og sjá alla breytingarnar. Skemmtilegt. Já, klart. Er þetta mikla breytingar sem hafa orðið þarna? Já, sko, afi minn, hann var fæddur 1922, ég man rétt, og hann var úr Aðalvík, Hotströndum, Efri Miðvík og fæddur í Torkova og átti sískinni sem að liði ekki af út af vorsbúð og eins og bara gerðist á þessum árum og vera síðan sitja síðan hér núna við erum teknibúnað og er náttúrulega ótrúlega breyting á bara inn á 100 árum eða 102 árum. Einmitt. Já, það hefur ýmislegt gerst á þessum 100 árum, það er ekki spurning. Heimaðurinn þáttarins, er það rétt að þú sért efnafræðingur og rekstrarverkfræðingur? Já, það er rétt. Já. Ég held að það sé ansi góð blanda, sko. Já. Sko, fyrir unga menn og konur sem er ákveða hvað er þetta að fara í, sko, hvað var til þess að valda þessi mætu fög? Já, það er ansi góð spurning. Sko, ég hef aldrei verið svona mikill áhugamaður nám, raunar. Bara eitthvað sem maður tók sér fyrir hendur eins og aðrir og reyndi að leysa svona sæmilega vel. Þegar ég kláraði menntaskóla, þá bara hefði ekki hugmynd hvað ég ætti að gera. Og pabbi minn er efnafræðingur og ég eitt miklum tíma og verið oft hjá honum inn á rannsóknastofu og mér finnst alltaf spennandi að vera inn á rannsóknastofunni, sjá alltaf litin og pípurnar og efnin og hvítu sloppana og allt þetta, þannig að mér fannst það spennandi og ákvaði bara að gera frá pabbi og sem var bara skemmtilegt og svo kynntist ég konu minn í háskólanum og hún var mjög metnaðarfullur námsmaður, hún Fanny, miklu betri námsmaður en ég, ábyrgðan námsmaðurinnar og henni langaði að fara í mastersnám og þannig við fórum í verkfræðinám til Danmörkur, DTU og þar ótrúlega skemmtileg skóli, DTU, mjög svona mikla tengingu við atvinnulífið og hundruður af námskeiðum áfangu sem maður gat valið og ég ætla nú fyrst að fara í svona tölvunafræði eða informatik. Ég hafði tekið alla valkursuna minni í efnafræði í tölvunafræði en endaði í svona vörustjórnun og
og product management og restarverkfræði og svoleiðis, sem var bara mjög snilt. Já, áhugavert. Þetta er eins og Leifur talar mjög góð blanda. Það var alveg meðvitað ákvörðun að fara frekar í þessa frekar en að halda áfram í efnafræðinni. Já, mér langaði svona, ég hefði verið að vinna hana eftir efnafræðinu, þá var ég að vinna hérna hjá Össuri og í svona saumavinnu og þar hefði verið að vinna svona, ég hreyfst mjög af því sem var verið að gera hjá Össuri. Alltaf ekki verið 30-40 starfsmenn hjá Össuri þá og ég var að vinna upp á Nýbilavi þar sem var verið að steypa hvað heitir það í íslensku svona hulsur til að setja á stúfana fyrir fólk sem var aflimað úr silikoni og sem ég áhugavert en ég hreyfst mikið á því að tala við framkvæmdastjórann og heyrum söluna út í Bandaríkjunum og vöruþróunin og þar var líka Hilmar Janusson sem var nýra þá framkvæmdastjóri rannsóknar þróunar og svona mjög svona metnaðarfull áform framtíðin og að breyta heiminum þessar nýju tækni sem Össur Kristjánsson fann upp og vissulega breytt heiminum fyrir alla sem eru aflimaðir og hafa mist útlimum. Klárt. Kannski ég fæði þá bara að spyrja, fannst eitthvað í loftinu þegar þú varst að vinna í Össur? Vissir þetta myndi vera þetta skrýmsli sem þetta er orðið? Össur? Já. Já. Sko, það sem Össur Kristjánsson finnur upp þessa silikonhulsu þegar fólk hefur verið aflimað er vanskapað og þá er sagt í gamla daga þá var svona tálguð viðarhulsa og sett utan stúfinn og svo var fólk með axlabönd eða belti til að halda þessa viðarhulsu á sér og svo var skrúa í endan til að setja gerfuleppin í og Össur Kristjánsson finnur upp þessa silikonhulsu sem bara mjög svona þykk hulsa sem er rúllað upp á stúfinn og svo er formað utan það úr koltrefjum mót sem svo rent upp á og svo vakúm sem heldur koltrefjahulsunni við útliminn. Er það bara vakúmi? Er það bara þetta svo þétt saman? Já, snilt. Og þetta er bara gjörsamlega breytt lífinu fyrir alla sem hafa mist útlim og eru notendur á gerfilum í dag og bara gríðarlega áhrifum allan heim og við erum að tala marga, það eru 500.000 manns sem eru aflimið á hverju ári út af þrálátum sárum og sykursýki og líka fólk líka sem er í slysum og svoleiðis, þannig að þessi uppfinning Össurar Kristjánssonar og svo vegferðin hjá Össuri HF er náttúrulega bara ótrúlega. Já, klart. Ekki spurning, talandum ótrúlega tækni, sko ef við förum aðeins í Keresis, félagið stofnað árið 2010 sko, þú nú réttaður en við verðum svona að taka þetta aðeins, hvernig ef við byrjum bara á byrjunni, hvað það er einhver að hlusta á hana fyrsta sinn. Já, Já, sem sagt ég fer til Danmerkur og stofna hérna tölvufyrirtæki sem er rekin nokkur ár í .com bólunni sem var mjög skemmtilegt og lærdómsríkt og svo fór ég til Íslands og flutti til Íslands og þá fyrir að vinna hjá Össur aftur ég vann svo að 2 skipti í Össuri og þá hef ég líklega verið svo starfsmann með kannski svona 80-70 þegar ég kemur í annarskiptið og þá var fyrirtæki orðið náttúrulega miklu stærra og ég fer í rosa skemmtilega verkefnum nýsköpun og nýþróun og átta mig þá á því raunverulega, ég hefði kannski ekki alveg átt á því orðinni fyrraskiptið að hvað þetta eru raunverulega mikilvæg tækni og hvað eru margir líka sem hafa þörf fyrir hana og svo líka að þeir sem eru að nota þessa tækni var fólks raunverulega sem læknandi höfðu skorið löppin af að fólk fær sykursýki og þá deyja háraðarnar í löppunum og þá missir fólk tilfinningunni í löppunum taugarnar deyja og þá vil fólk að labba öðruvísi fólk reykur sér svo í og fær einhverja skrámu og svo stekkar þessi skrámi í sár og í 6% öllum sykursýkingum að þá verður þetta sára gríðarlega stóru sári sem nær síðan inn að beini eða liðböndum og þá getur fólk fengið beinsýkingu sem getur verið banvæn og þá sker læknir löppin af og þarna fékk ég en áhuga á þessu ferli og á sárum og raunverulega var það svona það sem ég hef varið stærstun hluta mínu starfsferli við síðan. Það er sár og komið veg fyrir sár og hugsa hvernig þessi virðisauka keðja virkar. Þó ég hafa líka verið svona öðrum verkum mín á milli. En fékkstu þá einhverju hugdættu þarna bara, heyrðu, get ég fundið plástra sem að laga þetta? Já, ég var hérna í vöruþróun og við þróuðum nokkra vörur, fengum engaleyfi sem Össur síðan þróað og seldi. Þannig að ég komið að vöruþróun í Össur og öðru fyrirtækjum ég á fjöldumörg engaleyfi, ég líka allan varum tíma svo Íslendingur sem hætti flest engaleyfi ég heldur sem töfla 200 talsins í dag þannig að ég komið að svona vöruþróun oft og svo var það bara í Keresis sem gafst tækifæri að vinna fyrir
mínum eigin hugmyndum. Já. Heimur einkaleyfan alltaf skemmtur. Getum við farið yfir nokkur dæmi einkaleyfa sem þú fengið? Það til dæmis bara eins og talandum Össur að Össur þá þróum við sárumbúð sem var svona fóm, polyúrþan fóm sem var húðað með silikoni og ef maður setur silikoni bara beint á fómið og svo inn í sár þá náttúrulega kemst ekki neitt vökvið af blóð inn í fómið þegar silikonið vasselt þá þarf að gera göt á silikonið til að blóðið og vessin fari úr sárinu inn í polyúrþanið, inn í svampinn og nokkrar uppfinningar og tæknin snýði það búið til göt í silikonið og svo þegar sjúklingurinn velti sér að allt gumsið kreistist ekki út úr sárumbúðin aftur heldur haldist inn í henni og það er svona efni svipað eins og í bleium kott til að koma í veg fyrir að og maður getur skvísað eða ítt sáravessunum út úr sárumbúðin aftur. Þetta er uppfinning sem Össur skráði. Já. Svona dæmi uppfinning. Já. Það er mörg koll að líta. En með svona uppfinningu að það er að fá engaleyfi á ótrúlega mörgu. En það verður alltaf að vera svona, það eru 2 test og allt testið þarf að vera non-obvious to a person skilled in the art. Þannig að alltaf þér dettur eitthvað í hug og vilt fá engaleyfi, þá má ekki vera augljóst. Það þarf að vera eitthvað tvist í því sem er ólíklegt öðrum dett í hug. Plástur úr fiskrúði, var það ekki non-obvious to a skilled person in the art? Nei, nákvæmlega ekki. Það er hlutir þar í vinnsluskrifinu sem eru ansi flóknar. Hvernig kemur það til? Varstu búin að prófa mörg efni eða hvað er innblásturinn? Það náttúrulega kemur bara út úr þessu 500.000 mann sem eru aflimað á hverju ári og líf þeirra breytist gjörsamlega. Að vera aflimaður þá eru lífslíkurnar hjá þeir sem aflimaður eins og vera með krabbamein. Það er aðeins skárinn að vera með brjósta með lungnakrabba, aðeins betur en að vera með ristilkrabba. Þannig að 5 ára lífslíkur þeirra sem eru aflimaður eru gríðarlega slæmar. Fólk er með þessa sjúkdóma fyrr og svo þegar aflimað þá einangrast fólk ennþá frekar það verður þunglindar að það hreyfir sig ennþá minna og líf þeirra gjör breytist og þannig að ég hef haft mikinn áhuga á sára meðhöndlun og svona öllu því tengt. Ég veit hvernig þetta virkar með hvernig læknar nota sára meðhöndlun og vörur, ég veit hvernig stoðtækjafræðingar nota sína vörur á fólk sem hefur aflimaður, ég veit hvernig sjúkrahús kaupa og selja þjónustu, ég veit hvernig maður fær leyfi hjá FDA, ég veit engaleyfi, þannig að þetta er bara svona geiri sem ég sérhaft mig og svo þegar ég flutti aftur til Íslands eftir að vera inn í erlendu fyrirtækja þá gafst mér tækifæri til þess réttur 2010 að fara að vinna svona ein hugmyndum og þetta var sem sagt þessi hugmyndum að nota róðið var til þá. Já, var þetta kannski eitthvað sem þú kannski aðeins búin að vera með í maðurum? Nei, raunverulega ekki. En það voru þarna upp úr 2005 þá voru 2 fyrirtæki í Bandaríkjunum sem urðu svona rosa svona heit í þessum geira, maður getur notað þau orð sem allir fannst rosa flott og fancy. Það var fyrirtæki sem var að nota vörur sem var búin til fóstursekkjum, svo þetta konur fæða börn og það var fósturbelgurinn tekinn og konur að gefa þennan fósturbelgin inn í svona húðbanka eða tissjubank, það er ekki húðbanka, tissjubank og það er búin til sára meðhandlun og varur þessu og svo var önnur vöra sem var búin til úr hljóma mjög flott, búin til úr svínaþörmum sem var í miklum vexti og þetta var fljótað fleiri $100 million, $1 miljard veltu geira og þannig að þessi geiri fór að færast úr þessum frekar ódýru fóm eða svamp umbúðum yfir í svona flóknari líffræðilegar vörur og þegar ég kem heim rétt fyrir 2010 þá er þetta svona breyting sem er að vera í þessum geira, menn er að fara yfir þessar vörur sem eru í staðan fyrir bara að stjórna rakastígin og sárinu er að fara yfir að gera meira fyrir sárið og frumundar til að lækna þessi sár. Það dáist að, það er eiginlega bara dáist að bara þetta í hug sko. Já, mér finnst sko að því að eins og Guðmundur segir sko, hann hafði alla þessa kunnáttu og þekkingu nú þegar hann búin að viða henni að sér en sko, þú veist svo er hitt samt sem áður að þú ert með þessi hennan aragrúa sprotafyrirtækjum á Íslandi og nú kerir sér bara orðið leiðaljósi eða dæmum það sem er hægt að áorka sko, á hvaða tímapunkti áttar þú þið samt, ok, þetta er the big deal. Já, er með eitthvað hérna sko, kannski aðeins svona, tökum eitt skref frammeir í því sko, ég er oft spurður hvernig fyrstu hugmyndina
hvernig fær maður svona góður hugmyndir en sko það raunverulega ekki málið ekki hugmyndin heldur vandamálið það er að þekkja vandamálið út og inn og ef maður þekki vandamálið frá A til Ö þá koma hugmyndirnar og þá kemur velgengnin maður þarf að þekkja vandamálið mjög vel og þarna var ég búin að vinna í nokkrum lækningatækja fyrirtækjum, Össur þar á meðal í vandamálinu og lausnum líka þannig ég þekki vandamálið frá líffræðinni yfir í FDA, engaleyfi endurgreiðslur, hvað sjúkrahús vilja kaupa og ekki kaupa hvernig dreifingaraðalar virka, hvernig sölumenn selja vöruna sína þannig ég þekki þetta vandamál frá A til Ö og þegar maður þekki vandamáli frá A til Ö þá komi hugmyndirnar og ef maður þekki vandamáli nógu vel og ef maður á líka gott samstarfsfólk ég var náttúrulega afskaplega heppinn í Keresis að stofna tengsl við fólk sem hafði unnið með í fyrir störfum sem kom mjög snemma á fyrsta ári fyrirtækins til lýsist fyrirtækið en þegar maður býra þessari þekking á vandamálinu og góðu tengslanetti þá verður til svona teim og lausn sem líkleg til árangurs og þú spurður öll þessi aðragrúa sprótafyrirtæki í Íslandi að vandamáli kannski í þeim og það sem gerir líka skemmtilegt að þau kannski ekki með þekkingur á vandamálinu nóg djúpa, menn eru kannski með einhver ókslega góð hugmynd en málið bara ekki bara hugmyndin málið líka sko hvernig það að koma inn í framkvæmd hvernig teimið á bakvið hana Já, þetta góða punktur Já, þetta mjög góða punktur þú skellir ekkit Nei, þú getur verið með góða hugmynd en einmitt hvaða plástri sem og hvaða sár sem sko. Nei. Þú varst að þekkja sára ágætlega Já, og líka bara hvernig hún seld varan, hvernig tala maður við læknuna, hvað vilja læknar sjá, hvað vilja sjúkrahús sjá, á hverju hagnar sjúkrahúsin. Sjúkrahús eru einkafyrirtæki í Bandaríkjunum sem þarf að skila arði til hluthafanna sína. Vörurnar þurfa bæði að virka vel, vera með klíniska virkni, þurfa líka að vera arðbærar fyrir kaupandann. Sko, þessi plástrar, ef við förum aðeins í þá Þetta er ekki plástur, þetta er ígræðslefni Það setur sér að roðið ofan í sárið og svo plástur ofan og roðið breytist síðan í mannshúð Já, þessi lausn sko, þetta er ekki eina lausnin sko á markaði þess eðlis, kannski það eru nokkrar, aðrar kannski útreið en þessi er betri eða hvað Já, sko það eru eins og ég nefndi þarna þessar fóstursekki og vörur sem búið til að svína þörnum það er líka að fá vörur sem mjög vinsælir út úr líkúð og það er alls konar vörur en allar þessar vörur það eiga það sammert að þær eru búin til spendýrum og við vitum allir hérna að vírusar þeir smitast milli spendýra Creutzfeldt-Jakob, við höfum kyn- og klaufaveiki COVID kom kannski úr leðurblökur eru spendýr þannig að það er veruleg svona smithætta á vírusum milli spendýra þannig að þú tekur efni úr einu spendýr og setur í annar spendýr þá kemur smithætta og það vil náttúrulega enginn að vörurnar smiti og FDA og eftirlitsyfirvöld er mjög umhugað þessi engin svona vírussmithætta þannig að ef maður er að nota efni sem er búið til úr einu spendýri í að meðhöndla sjúkdóma þá þarf maður að passa rosalega vel upp á að vírusar geti ekki smitast og til þess að gera það þá meðhöndla maður efnin með sýrum og alkohóli og sápum til að vera vissum að sé engin element af vírusum eftir í efninu og það er akkurat það sem að roðið sker sig frá að við erum að nota roð úr kaldvatnsfiski fiskur er náttúrulega fjarskildari spendýrum en kú og maður eða fiskur er fjarskildari og svo lifir fiskurinn sem við erum að nota miklu lægra hittastig við 2-3 gráður, þorskurinn á Ísland lifa kannski alltaf 1-2-3 gráður þannig að vírusarnir sem eru í fiskum eins og öllum öðrum lífurum þeir hanga virkni í mönnum þannig að við þurfum ekki að nota þessi sterku kemísku efni í framleiðslunni hjá okkur þannig að við leysum ekki vörun okkur upp roðið hjá okkur sem við erum að nota hér í landspítölunum og spítölum mörgum stöðum í heiminum sérstaklega í Bandaríkjunum er bara roð það lítur bara út þessu roð það er hvítt á litin og klippa niður í svona ákveðin form og svo er það ákveðin þykkt en ef þú svona rýnir inn í það þá lítur þetta bara út eins og roð þess að þetta er roð en ef að efnið okkar verið búið til spendýri þá erum við búin að meðhöndla með sáp og alkohóli og þá erum við búin að leysa upp alla fiturnar og það væri ekki lengur roð Já, þetta er alveg mekanismi Já, og þetta á engalinn snúa af þessari meðhöndlun ákveðin leiti þannig að efnið okkar er með fitum prótínum, glíkunum, elastínu og öllum þessum efnum sem eru í húðinu okkur alveg eins og bara í hendinu okkur versus að vöru samkeppnin aðalina eru bara aðalega bara með kollageni þannig að sápurnar og þrifmekanismin er búin að breyta
vörunum þegar ég eitthvað annað. Kannski heimskuleg spurning og þá verður það bara að hafa það. Ef einhver góður maður segja engin spurning er heimskuleg. Á hverju þorskróð? Á hverju ekki laxaróð eða eitthvað? Ja, mætti alveg sér laxaróð. Bara þorskur er bara aðgengilegur öllum höfnum landsins alltaf árið kring. Það verður að vera kaldvatnsfiskur. Ok. Mætti alveg sér lax eða steinbítur eða hvað sem er sko. En bara það er mjög þægilegt að nota róð fellur til öllum höfnum landsins alltaf árið kring og gríðarlega magna róðir sem er kastað líka bara hverju ári. Hvernig er framleiðslugetan hjá okkur núna á þessu? Hún bara er mjög góð og við höfum verið að margfalda framleiðslun okkar á hverju ári og bæðið með því að stækka aðstöðun okkar og ráða meiri fólk og líka svo með meiri tæknivæðingu. En varan hjá okkur er þannig að okkur tekst mjög vel að halda í við eftirspurn og ótrúlega þægilegt og gott að vera með framleiðsluna á Ísafirði þar sem hún er. Já, sérðu fyrir þér ef við horfum nokkur ár fram með tíman, heldur það að vera dúabúl að vera alltaf bara með framleiðsluna á Ísafirði? Já, það held ég. Já. Og við erum bara að nota 0,01% af öllu róð á Íslandi í dag. Já. Þannig að þetta er ekki sko fjöldaframleiðsla, við erum ekki að framleiða 100.000 vörum. Við erum að framleiða í litlu magni vöru sem er mjög dýr. Já. Sko, ef við horfum bara langt fram í tíma, væri hægt að framlega ódýrari vöru sem að næði til kannski breiðari Já, og það er örugglega sem aftur að gerast á næstu áratugum er að þetta breytist meira svona í vera standard of care allan heim þegar Koloplast fyrir að selja róði 140 mörkum, róða frá Ísafirði 140 mörkum sem þeir að selja á allan heim á næstu áratugum þá kemur verður örugglega til að lækka og vera aðgengilegur fleirum. Já, hefur fyrirtæki tekið miklum stakkarskiptum síðan að Koloplast Nei, það var enda að vera mjög litlar breytingar. Við erum einblunum á Bandaríkjamarkað. Þar erum við miklum vexti. Við erum það fyrirtæki sem vex hraðast á Bandaríkjamarkað. Við erum 6% markaðshlutdeild á Bandaríkjamarkað í dag. Og svo erum við svona að vinna í róli heitum með Koloplast í nokkrum mörkum, til dæmis Ítalíu og nokkrum fleiri mörkum að hefja sölu á þeim mörkum. En það er mjög erfitt að fara inn á nýjan markað. Sko, læknar eru mjög svona þeir eru ekki með nýjungakjarnir, þeir hugsa mikið um öryggi sjúklingana. Er ekki dálítið konservatív bara? Jú, mjög konservatív. Þeir vilja nota eitthvað sem þeir eru vanir að nota. Svo er ekki greiðslulegir endilega fyrir hendi í nýjum löndum. Þú veist, það er ekkit róð verið að selja í Ítalíu, það er ekkit róð í sölu í þessum löndum, þannig að það er að byrja að tala við sjúkratryggingar, fá til samþykkja vörun og sjúkrósin, þannig að fara inn í nýtt land er bara ótrúlega stort verkefni. En nú njótum þess að vera hluta af Koloplast sem kann það, búin að vera að gera það síðan 1955. Já. Algjörlega magna fyrirtæki. Þetta er fáralega áhugavert. Já. Ég hef líka viljandi verið þarna því að hann er búin að mæta í mörg góð viðtöl. Ég hef viljandi samt verið að spyrja spurninga því að þarna hlustundu vilja vita þetta og þetta er mjög áhugavert. Algjörlega. Annars sem hlustundu vilja vita það er hvað þeir eru að tryggja sig. Það er á TM. Já, það er á TM. Hjá TM fær fyrirtæki þeir tryggingar sem sniðnar að starfsemi þess og stærð. Ráðgjafa fyrirtækisins TM leggja þér lið við að finna réttu tryggingarnar fyrir þinn rekstur og aðlaga viðbótavernd eftir þínum þörfum. Þeir vilja ræða Ísafjörð. Já, en áður nú koma í Ísafjörð, það var líka strúttumenn sko. Já, CLT. Já, bara þetta er leikað fyrir fullorðna, þetta er hagkvæmt og þetta er endinga gott. Þetta er svona næstu gerisins uppfinning sko. Já, tekkið á strúttur áðurinni farið í einhverja stóra aðgerð, það var alltaf strúttumenn. Mér langar að byrja að spyrja hvað þetta er Ísafjörð. Þegar þú ákveður að flytja heim til Íslands og fara í þinn eigin business, kom ekkert annað til greina en að gera þetta á Ísafirði frekar en bara í höfuðborginni eða einhvers staðar annars staðar? Jú, en þegar ég fæddi 71 og þegar ég var í Ísafirði svona upp á 80 gekk ekki vel á Ísafirði. Það var fyrirtæki voru að loka, skip voru að fara í burtu, fólk voru að flytjast í burtu og það var svona neikvæðin í gangi þar og sem ég svona fann vel fyrir upp á 1980 og mér bara dreymdi alltaf að stofna fyrirtæki og reka á Ísafirði og nýta þessar auðlindir sem eru það til staðar. Já. Hversu margir Ísfirðingar eru ríkir á sölunni? Já, þeir eru bara ansi margir held ég, vonandi bara sem flestir. Ef ég mann rétt þá greiddum við út $150 milljónum til starfsmanna. Þá er ég ekki meðtalinn þegar að á closing 31. ágúst í fyrra og það hefur örugglega verið til þess ekki svona 1/4 sem er farið þangað. Einmitt, og kannski koma næst spurningu, hversu pirraðir eru þeir sem ákveða að taka ekki þátt í þessu ævintýri og sitja núna eftir með sárt ennið? Já, ég veit það nú ekki. Maður veit eins og svona sprotafyrirtæki eru náttúrulega mjög high risk. Já. Og það eru færri sem að mishefnast en hefnast. Og náttúrulega þessi hugmynd að nota róð fiskum
á Íslandi úr Íshafinu í að meðhandla stór svöðusár, blæðandi, þar sem að sést í bein og liðbönd, náttúrulega liggur ekki svona beint við að sé kannski endilega virki. Þannig að það er ekkit óðurlegt að fólk hafi fundist þetta kannski ekki vera gott proposition. Og svo náttúrulega erum við langt frá markaðinu líka. Það er engin, Keresis geti aldrei verið bara íslenskt fyrirtæki að selja íslenska markað. Tilvist Keresis byggir á aðgangu á erlendum mörkuðum og þar var líklega bara okkar besta ákvörðun að fókusur einblín á Bandaríkin, það sem er svo mikil sykursýki offita og mikið aflumunum. Hefurðu lent í því að einhverjum haters hafi fundið þetta að vera einhver snákaolía? Já, algjörlega. Ég tók eftir því, það var hvað heitir þetta þörungafyrirtæki sem hættir rekstri hérna um daginn? Jú, og hvað heitir? Ég veit nákvæmlega hvað það tala. Finna út. Tide, Running Tide, ekki? Já, akkurat Running Tide. Þeirra koncept var að taka ég held ég við og láta þörunga vaksa á þeim í hafinu og þetta átt að minnka kólefnis að soga í sig kólefni. Þetta hljóma náttúrulega mjög framandi en ef maður hefði tekið þessa grein sem var í heimildinni þetta og ef þau gert bara copy-paste og sett Keresis hann inn í staðin fyrir Running Tide fyrir 15 ár, eða fyrir 12 ára síðan, það hefði alveg skilt að vera Keresis. Við vorum ekki með mikið vísindaleg gögn þá, það voru mjög fáu notendur, það var ekki komin inn validering út í fræðaheiminum. Það bara, mörgum hefði bara finnst það fáralegt að vera að taka roð og skelli í sár. Já. Þarna er þetta áhugaverðan punkt, sko, þegar þú fer að stað með þetta, er þetta orðið cashflow positive frá byrjar strax að selja þetta eða með svona lækningavöru, hvað þarf mikil fé til þess að einmitt komið svo að stað? Já, fyrirtækið var fyrst Arbert 2022, bara fyrir Arbert 2-3 ár. Þannig að þetta var mjög mikið átakt og mjög dýrt og Keresis var upprunalega ráðgjaf fyrirtæki. Þannig að ég var að selja þjónustu í svona tengt skráningum og lækningavörum og uppfinningum og svoleiðis og alls konar ekstra þjónustur lendar í geirum sem tengdust ekki lækningavörum og þar var ég bara með ágætis tekjur og gegnum það og svo var tækni þróunarsjóður var með átakarn eftir efnahagsaðlögunina þar sem var verið að bjóða styrki í nýsköpunarverkefni og þá var þessi hugmynd svona kviknuð hjá mér að nota ég var reyndar fyrst að spá í reistur, ekki roð og ég var alltaf að sjá þessu auglýsingi í mokkanum nýsköpunar frá tækniþróunarsjóð og svo lét ég bara slagstanda og sótti styrk og maður þarf að borga svona 50-50, þarf að borga fjármagna helmingin sjálfur og ég hafði samvænt við gott fólk sem ég hafði unnið með áður og bjóð til minn þannig fyrsta ári svona stofnendahóp eða meðstofnendahóp sem svona jók líka trúverðuleikan á verkefninu og það voru læknar og einkalega lögfræðingar og lögfræðingar og með því að fá og svo bara vafði þetta svona upp á sig og svo fekk ég þarna fyrstu fjárfestinguna 2010 og þá gæti ég hætt að vera að vinna í þessu ráðgjafastörfum og bara fókusera á þetta mestu og svo vafði þetta bara upp á sig. Við vorum með seed fjármögnun 2010 sem að nýsköpunarsjóður atvinnulífsins leiddi og svo komu rand A, B og C og svo D 2022 með Lego. Ég held að verðmæti fyrirtækisins í fyrsta randunum, seed randunum, ætla það ekki verið, ég veit ekki, 100-200 miljónir króna eitthvað. Já, einmitt. Og fyrirtæki var síðan D-randið þegar Lego fjárfestið, þá minnið með það verið 860 miljónir, eða 720 miljónir dollara. Já, sko að því varst að tala einmitt á hann, ég held að sé spot on hér að læknar eru konservatífir. Við sáum til dæmis að við vorum að tala á hann Running Tide og svo sáum við þetta með Macchiarini, með plastbarkana og fleira sem að kannski ítir undir að þannig að þú veist en það er enda svolítið annað með Macchiarini. Já. Vegna þess að hann sko þegar maður er að þróa vörur þá byrjar maður í dýramódelum og svo byggir maður, svo fær maður þarf á leyfi fyrir dýrarannsóknum
og svo tekum maður hann leifapakka og sækjur leifi fyrir rannsóknum í mönnum og án þess að ég þekki það nákvæmlega þetta Macchiarini-mál en þá skilst mér að þessi forvinna hafa aldrei farið fram. Hún var bara stokkið beint í prototípi í mönnum þannig að það hafi einhver mistök verið gerð þar í því ferli. Já, algjörlega. Eða þá spurning mín var verið þá bara þarna þurftu læknanir sem að þú fegst með borð mikla samfæringu að þetta væri þessi frábæra lausn sem þetta er? Nei, það er náttúrulega þessir sko Baldur húlæknir og Hilmar Kjartansson bráðalæknir, ég hafði unnið með þeim áður bæði hjá Össur og öðru fyrirtæki og það bara mjög gott traust okkar á milli og þeir voru bara game að koma inn í þetta og svona ákveðlega að hætta sínu orðspori í þetta verkefni þannig að það var bara alveg ótrúlegt hvað ég var heppið með samstarfið þá og fleiri sem komið þarna fyrsta árin. Algjörlega. Svona til að klára þessa menn sem ákveða stökkva ekki án borðan það frá Ísafirði sko, það er fiskisaga, talandi fiskiróð fiskisagan er að þegar að byrja starfsemi að þá getið náttúrulega því að tala við verið ekki jákvæmt cash flow positive fyrir 22 þannig að þið hefur líklega ekkert getað borgað einhver frábær laun og svo framvegis þannig að það var fyrir þá sem að, og þetta er fiskisaga bæði vei en fólk hafði bara trú á konseptinu og það fekk að heldur betur velunaðin í end. Já, algjörlega og sko það er mikilvægt að vera með gott heim í kringum sig og leyfa öllum að taka þátt og ég held að Keresis hafi bara, eins og þú segir, bara alls ekki borgað góð laun. Ég held að enginn komið til að vinna hjá Keresis út á laununum en það var út af þú veist, þessu væp að vera frumkvöla fyrirtæki með þessa spennandi tækni og svo náttúrulega kannski var að koma mjög mikil traksjón upp á 2016 kemur mjög mikil traksjón þó fyrirtæki hefur verið arbættar en þá var komið svona hópur af læknum og mikil áhuga á þessari tækni og þá fór líka að koma svona klíniskar niðurstöður og svoleiðis og svo er þetta náttúrulega ótrúlega töff að geta verið að taka róð af fiski og komið veg fyrir álemanir bara breyta lífi fólks. Já. Við vorum með Jón Gunnar en í gær, bankastjóra Íslandsbanka og vorum að ræða bónusa í fjármálakerfinu sem eru bannaðar í Íslandi sko, var það, þegar að þú varst að ráðin fólk á Ísafirði kom ekkert annað til greina en að allir starfsmenn fengju hluti í félaginu? Já, góð spurning sko það var bara mér bara datt ekkert annað í hug það var alltaf öllum í fyrirtækinu verið bóðið að koma að þessum valréttar plönum sem við vorum með og mér bara fannst það einhvern veginn sjálfsagt það voru verkamenn í fyrirtækinu sem eru vinnslunni fyrir vestan en þeir voru líka kaupréttarprógrammunum en alltaf það var mismunandi mikið eftir mikilvægi, við vorum með svona 5 flokka í þessu kauprétti þannig að það var svona mikið mismunandi kaupréttur eftir impakti starfsmannsins en ég held bara að þetta kaupréttarprogram bara, mér finnst það bara einhvern veginn svo sjálfsagt hvernig get ég er mjög vinnusamur, mér finnst gaman að vinna ég bara skemmtilega sem ég geri er það sem ég er að gera í dag og ég ætlast til þess að allir sem sé að vinna með mér að þeir séu mjög vinnusamir líka og hvernig get ég verið að ætlast til þess að fólk sé að stökkva til hvenær sem ef það er ekki með þessu svona mögulega að uppsetta ömbun líka. Algjörlega. Fyrir fólki sem var efasemdar menn á Ísafirði það í dag er ekki allir on board núna og allir búin að tatúera Keresis aftan að baki á sig núna? Já, ég veit það nú ekki en ég held að það er bara góð stemming og ég held að það er bara mjög góð stemming í kringu fyrirtæki og það er rosalega erfitt núna, ég er svolítið í þessari nýsköpunarkreisum líka á Norðurlöndum og okkur lítið Bandaríkjunum líka það er mjög erfitt að fjármagna nýsköpunarfyrirtæki alls þar í heiminum í dag nema á Íslandi. Já. Og bara svona lækninga tækni fyrirtæki, deep tech fyrirtæki er bara mjög erfitt með að fjármagna sig. En það hefur alveg verið gagnrýni á þessa nýsköpunarsjóði og það sé verið að dæla peningum, að þið opinbera sé að dæla peningum í misgáfuleg sprotafyrirtæki. Er þetta nauðsynlegt? Já, sko, þetta er á mörgum levelum, sko. Við erum með styrki, þróunarstyrki eins og tekníkþróunarsjóður er með og svo erum við með skattaafslátt og svo erum við beina fjárfestingar og Keresis var ekki til í dag nema út öllu þessu þrennu sem kemur frá stjórnvöldum
Það var svona kannski svona -7 ár, 6-7 árum, að þá komust svona nýsköpunar svona sprotasjóður að talast flug og framtaksjóður að talast flug hér á Íslandi og bara út allan heim. Þannig að kannski hefur verið minni þörf fyrir ríkið í þessum fjárfestingarhluta undanfarin ár. Nú það reyndar aftur komið mikið vegna þess að hlutabréfa staðan í heiminum með þannig að það eru mjög fáir sem vilja fólk að bara borga sér frekar peningin inn í banka en að vera fjárfest í sprotafyrirtæki. Þannig að það er mjög erfitt að fjárfesta fjármagna sem núna sprotafyrirtæki. Þannig að núna þessi tími komin aftur þar sem að ríkið hefur hlutverk sem fjárfestir. Já, kom ekki til greina þarna því að þetta þarna, nú spyr maður sem eftiráspekingur, hefði þjóðin með einhverju móti geta tekið þátt í að fjárfesta í þessu? Þetta var náttúrulega bara óskráð bréf, kom einhvern tíma til greina að skráða þetta í Kauphöllina eða eitthvað svoleiðis? Já, alveg, það var strategían okkar var að skrá fyrirtækið og við byrjuðum að skoða íslenska markaðinn, alveg ekki verið 2020, 21, hvernig var COVID? 19. Já, ekki 1922. Já, þannig að þá bara kemur ljós að Kauphöllin á Íslandi algjörlega hentað ekki fyrir Kerecis. Okay. Og það vegna þess að það var enda breyst núna, en þarna 2019 að þá voru öll fyrirtæki í Kauphöllinu verðmetin út af arði. Multiple af arði og náttúrulega út sprotafyrirtæki, þá var þetta náttúrulega bara massíft tap og þá var náttúrulega og það var engin hefð fyrir því á íslensku markað að verðmeta fyrirtæki eftir vaxtar möguleikum framtíðarinnar. En það hefur aldrei breyst hér á Íslandi núna og Alvotech er algjörlega breytt því og það er bara komið gríðalegt vaxtað fyrirtæki sem hefur gjörsamlega umbeilt og breytt Kauphöllin hérna á Íslandi. Í Oculus líka, er ég að bulla nú? Já, Oculus er ekki skráð á Íslandi. Ok, já. Já. Sorry. Er það ekki tvískráð? Jú, ég held að það sé skráð Íslandi. Það var það alveg ekki upp á. Og örgulega þá hefur þessi tvískráning líklega verið möguleg út af Alvotech sýndi þetta áræði að tvískrá sig á Íslandi. En það eru hins vegar aðra kauphallir sem við vorum að spá í. Þá fórum við að spá í Svíþjóð. Það var mikil stemming þar á First North markaðanum fyrir sprotafyrirtækjum. En svo bara gekk svo vel í Kerecis að Kerecis var síðan allt í nú stórt fyrir Svíþjóð og þá vorum við í miklum pælingum Bandaríkjan og vorum reyndar að koma mjög nálægt í 2022 að renna saman við svona hvað heitir það, reverse takeover við skráð bandarist félag og þá hefði orðið bandarist félag og skráð á Nasdaq en svo þróuðust hlutabréfamarkaðir ekki vel hérna 2022 þannig að það endaði með því að við fórum í svona D-round við þurftum pening á þeim tíma og það var þeirra Kirkby eigandinn og Lego kom inn 2022. Og hvar voru þið þarna því að maður núna heyra sögur að það var fullt af félögum sem að voru að fjárfesta í ykkur varstu labbandi með glærusýningar að Kerecis að sækja pening þó þarna alveg fram í á hana salan var? Já, við vorum með vel ekki. Síðasta svona randi sem að þegar við leituðum okkar pening sjálfur var 2022 þegar Kirkby kom inn. En allt fram að því þá var ég þeim sporum. Það voru líka bankar sem keyptu hluti í Kerecis og snéru síðan við og seldu til einkabankaviðskiptanina sína. Þá allt í einu voru konur kannski, maður held að maður var að selja einhverjum einum og svo var allt í einu konur kannski 49 hluthafar. Já. En allir þessi stærstu hluthafar, ég held að það verið 300 hluthafar þegar Kerecis var selt, en allir stærstu líka svona 150 voru hluthafar sem keyptu beint hluti í félaginu og ég var beint í persónulega sambandi við. Já. Aftur kannski heimskulega spurning, en var þetta þannig yfirtöku tilboð að þú gast ekki haldið hlutniðinu, þurftu allir að losa eða? Já, það var það. Og þannig að það var þannig og þegar það var 90% öllum hluthöfum sem undirrituðu kaupsamninginn áður en við tilkynntum með mann. Ef við förum aðeins á almenna nótur kannski open mic. Já, þá er náttúrulega Serrano, ketoskalinn, hún er svindl. Já, ok, þú þarft ekki að fara í vefju. Nei, þú getur farið í ketoskalinn, það er bara salat, steikt grænmeti, barbacoa, pico de gallo, fullt af góðum sæti, góðu gæti. Engin kolvetni? 300 kalórir tæpar. Já, sæls. Þetta er ekki neitt, bara stútfullt af prótíni og öðru góðmyndi. Líklega bara komið 6-pack eftir máltíðina. Já, en þú veist, svo náttúrulega engabíllinn, ekki gleyma honum, MG4. Maður er búin að akka honum, allsæll. Þú kemst á Ísafjörð á MG. Ég held að drægnin sé
400 km, ég gæti verið að fara fleipur þar. Ég keiri svo illa, ég held ég ná sig. Þegar öll göngin verða komin á brýtnar þá langt undir 400. En vetrardekkin fylgja með kaupunum á MG4 standard, þannig að það er kannski eitthvað sem að menn getur vilja setja undir bílinn ef að menn að huga Ísafirði yfir veturinn. En Landspítalinn, strákar. Tökum kannski bara Guðmundur, hvernig finnst þér heilbrigðiskerfið okkar verið rekið og finnst þér þjónustan vera góð? Ég nú reyndi að vera svo heppinn að þurfi ekki að persónulega leita mikið til heilbrigðiskerfis í Íslandi en það eru gríðarlega miklar áskorunir í heilbrigðiskerfinu og ekki bara Ísland heldur allan heim. Þjóðun að eldast, alla þjóður á Vesturlöndum eldast mikið. Gríðarlegu kostnaður, aukning í rekstri á sjúkrahúsum og heilbrigðisstofnunum, hjúkrunarheimilum og svo lyf að verða miklu dýrari. Þessi flottu líftæknilyf eru mjög dýr, kannski skammtur kostar fleiri milljónir. Þannig að það er rosalega svona áskorunir framöndan bara almennt í rekstri heilbrigðiskerfisins. En ég held svona upp til hópa að svona mestulítið þá sé að við bara mjög heppin hér í Íslandi með heilbrigðiskerfið og afskaplega gott fólk sem vinnur þar og góða stofnanir. En það er gríðarlega mikla breytingar framöndan og það þarf miklu meiri pening í heilbrigðiskerfið á komandi árum, miklu meiri en við erum með í dag. Það er gríðarlega kostnaðaraukning framöndan í rekstri heilbrigðiskerfisins. Og við þurfum að undirbúa okkur fyrir það og það er ýmislegt sem við getum gert betur á Íslandi og þá kannski sérstaklega í rekstri Landspítalans að þar eru ekki verið að nota svokallaða DRG-kerfi í að greiða fyrir afkost. Nú er það þannig að Landspítalinn er á föstum fjárlögum og sem það þýðir það eftir því sem þeir framkvæma fleiri læknisverk að þá minnkar greiðslan per læknisverk, þannig að þú bara með fasta upphæð og þessu þarf að breyta að við þurfum að gera eins og allar aðrar þjóðir eru að gera, ég bara segi það allar aðrar, við erum eina ríkið í heiminum held ég sem er ekki að nota svona DRG-kerfi sem virka þannig að þegar fólk verið í aðgerð eða kemur eitthvað upp á þá er sjúkdómurinn aðgerðurinn kóðuð og eftir ákveðinni kóðunarkerfi og verskra og svo sendur reikningur til sjúkratrygginga og svo fær spítalinn borga tilbaka fyrir verki sem var framkvæmt og með þessu þá verður til afkastakveitandi kerfi og sem myndi veita okkur miklu betri þjónustu. Vandamáli við þetta og vesinni við þetta er að þetta er svolítið þungt í vöfum, það þarf alls konar skrifræði kringum þetta og það er pólitískt áræði við að koma í kring svona kerfi vegna þess að það þarf að búið til 2 ný lög að starfsfólki, það þarf fleira fólk í Landspítalunum til að kóða aðgerðirnar og halda utan þær og svo þarf fólk hinum með frá í sjúkratryggingum sem tekur við þessum greiðslukröfum og fer yfir þær og veitir aðhald til spítalans og þetta er eitthvað sem við þurfum að koma upp og öll önnur lönd í heiminum er að nota svona kerfi. Maður myndir ekki að halda það eins og tala, þetta er bara allra hagur. Já, en það samt að ráða 100, 200, ég veit ekki hvað marga pappispjösa og það er bara svona erfitt að gera það. Eða þegar þú talar að vanta meiri pening, sko, ég ætla ekki að þykjast á að sokki mig djúpt í reksturinn á spítalanum, en sko það er alltaf meiri pening, en er kannski ekki meira spurning bara í hvað peningurinn er að fara? Já, það er hvort tveggja. Sko, það er annars vegar, þá er það peningurinn að fara og það er í hvað er að fara og það er akkurat þetta DRG-kerfi. En svo er það bara hinn staðreyndin að fólk er bara eldast, þjóðun er eldast, það eru miklu fleiri sem eru ekki á atvinnumarkaði, það eru fleira fólk sem þarf á hjúkrunarheimilum, það eru dýrari lyf, þannig að við erum að kljást við þetta tvennt, það er framleiðsluna í kerfinu og svo líka bara viðskiptaununum er að fjölga. Er ekki einn millistjórnandi og einn sjúklingan það? Ég þekki þá svona mikið nákvæmlega innviðina í spítalunum en allavega er ekki svona DRG-kóða kerfi sem er algjör forsenda. Spítalinn verður að fá meira borgað ef hann er duglegari og hann verður að gera minna borgað ef hann er ekki duglegur. Já. Við hvetjum Willum í þáttinu og meira með þessu. Já, þetta er eitthvað sem við þurfum að... Og það er búið að rannsaka þetta ítilega. Það er keypt rándýr skýrsla frá McKinsey held ég, nokkrar ára fresti og hún segir alltaf það sama og svo bara lítið sem er framkvæmt því miður. Já, við þurfum ákall. Sko, annað sem er áhugavert, sko, sem er tryggingakerfi í Bandaríkjunum sem snýra lyfjaiðnaðinum og spítaliðnaðinum. Sko, það hefur náttúrulega mikið verið kvartað undan því
hefur maður heyrt sko. Er það Obamacare. En þetta DRG-kerfi snýr kannski ekki að því sko endilega. Þetta er líka notað í Þýskaland og Danmörk og allstaðar sko. Já, nei, en hérna, er það eitthvað sem að þið hefur þurft að díla við hjá, kemur það ykkar ekstra eitthvað við? Ja, algjörlega, við erum bara snillingar í því kerfi. Það er þess sem Keresis hefur vaksið svona undanfarin ára. Við kunnum á bandaríska heilbrigðiskerfi, við vitum hvernig verðmæti vera til þar og hvernig það virkar, við vitum hvernig að selja og koma vörun á framfæri og sýningum með vísindalegum gögnum, með heimsóknum í spítala, kynningum, fari gegn svo kallar value analysis committees, það sem er líka til vísindaleg gögn og verðskrár. Þetta er bara sem starfsemi Keresis snýst um. Get ég keypt Keresisplástur ekki plástur? Ígræðslefni, já, bara hvað kynna. Get ég keypt Keresis ígræðslefni í framtíðinni bara í næsta apóteki? Ekki nefnum að sé svolítið sadomasokistur. Fyrsta skrefið að nota vörun okkar þá er það með hníf, ég vil þetta læknir með hníf og hann sker burt allt dautt hold úr sárinu. Já, ok. Þannig að það verður blæðandi. Það þarf að vera blæðandi og hreint og svo tekur roðið og leggur onni í þetta blæðandi sár og það sem gerist þá er að frumurnar og blóðið úr sárabörmunum skríða inn í roðið og taka sér bólfestu þar og breyta því í nýja húð á nokkrum vikum. Ég góður þetta. Þannig að þetta er svona sjúkrahúsvara. En kannski þróum við einhver aðrar útgáfur í framtíðinni en núna erum við að fókusera bara mjög alvarleg sár sem eru dýr og flókin og svo þegar tíminn líður að þá mun varan okkar öðlast svona meira almennir í notkun og verður meira almennar í notkun og þá kemur verið líka til með að lækka og fleiri nota það. Ég velti líka fyrir mig sko, þú segir bara að ég er að elda eitthvað heima eins og ég er alltaf að gera og ég er að skera eitthvað grænmeti, þú veist, ef ég sker mig, þú veist, mér langar að geta hent mér í Keresis ígræðslefni. Já, sko, það myndi virka ef þú skerði bara, þannig að sára barmandi ná saman, þá hefur enga þörf fyrir Keresis, þá getur þið bara sett saumi eða bara límband til að halda sára börmunum saman og þá græðir sárið. En hins vegar, ef þú skerð af sneið af hendina þér, af fingrunum, ef það myndir flísi hérna meðfram löngutöng, þannig að það sé svona hold, þannig að getur ekki tekt saman hérna húðina, þar komum við inn sterkir sko. Skemmtilegt. Sko, aðeins samgöngumálin borgarlínan eftir á baugi þessa dagana en þetta líka bara vegagerðin almennt varst þú ekki á borgarlínu fundi í dag? Jú, ég siti í Verslunarráði og var þar að hlýða í hátinu og skemmtilegan fyrirlestur borgarlínuna. Hvernig líst þér á borgarlínuna? Eru menn ekki bara einróma sammálum snild? Ég veit ekki, ég held að við séum samt öll ég er bústur í Reykjavík, ég er búin að var í Bandaríkjunum en fluttum hérna heim fyrir 3 ára síðan, þannig að það er gríðarlega munur á samgöngunum hérna í Reykjavík núna versus 10 ár, þannig að við sammálum það að samgöngunar eru alls ekki jafn greiðar og þær voru og kannski það fyrsta sem að tekur eftir er að það er búið að hægja á umferðinni að það eru miklu færri aðrinnar, frárinnar, það er komið miklu meiri umferðarljós, það er búið að mjókka götur, þannig að það er bara búið að minnka bara ákasta getu gatnakerfisins, bara einbeittum vilja og einhver sagði mér að það líklega væri cirka 15% minnkun ákasta getu bara með að fjarlæga allar þessar frárinnar og allt það. Og svo á sama tíma erum við búin að minnka ákvæmstaketuna 15% að þá er íbúanum búin að fjölga. Ég man ekki hvað, var það 30% eða eitthvað lesa, 40%, 10 árum. Þannig að auðvitað er meira álag á gatnakerfið. Og svo er þessi snild gerð þarna fyrir 10 árum eða hvernig þannig var að vegagerðin, eða ríki gerir samningu í Reykjavíkurborg að hætta uppbyggingu á stofnbrautum í Reykjavík. Svo það er gerð samningur milli Reykjavíkurborgar og ríkisstjórnarinnar að vegagerðin ekki að fjárfesta neitt í götum í Reykjavík, ekki neitt. Það er ansið áhugavert. Engar nýra götur, engin í undirgöng, engin mislega gatnamót, ekki neitt. Og í staðinn þá setur ríkið pening í strætó á hverju ári. Og svo náttúrulega kemur í ljós að fólk er ekki að taka strætó og þá safnast upp þessi skuld í Reykjavík að gatnakerfið bara er ekki að hafa undan og það verður líka til samsvarandi reyndar innviða skuld út á landi líka og almennt bara í vegakerfinu en sérstaklega er hún áberandi hérna í Reykjavík og svo í staðin fyrir að byggja nokkur mislega gatnamót og brekka nokkra götur og setja nokkra frárænar og 2-3 hringtorg að þá að búa til borgarlínu og þinga allir til að fara í strætó með einhverju tafagjöldum og svolítið akstur sem allir bara allir hött og þegar maður kemur keyrandi frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur
þá keyrir maður yfir 8 undirgöng. Það eru 8 mislæg gatnamót á leiðinni frá Keflavík til Reykjavíkur og ég held að það sé 3 í byggingur núna. Akkur hérna að byggja nokkuð mislæg gatnamót í Reykjavík og aðeins hérna gringa á umferðinni hérna. Og svo á lausnin að vera svo að gera einhverja stóra strætó og minnka umferðargöturnar og fjárfesta lítið í umferðarmannvirkjum. Ég bara skil þetta ekki. Og svo segja menn að það sé eftirspurn eftir þessu. Og ég sé það bara hérna, eins og með hoppjólin, hvað þau eru vinsælt. Fólk vill punkt í punkt samgöngur. Það vil geta verið það sem það er, farið inn í bílið og hoppjól og farið alveg áfangastað. Og bara Ísland, bara veðurfari hér, býður bara ekki upp annað. Og að við séum svona einhvers konar evrópsk miðaldaborg, þéttbíl, þar sem að sporvögnum og undirgöngum, það bara borgin okkar ekki þannig og veðurfari heldur ekki þannig. Við erum bara svona lítil bandarísk kanadísk borg með þeim samgöngu áskorunum sem slíka borgir hafa og hafa bara verið leistar fyrir tiltölulega lítinn pening bara í örgulega 20 ef ekki 100 amerískra og kanadískra borga og norður skandinavískra borga líka undir farin ár. En var þetta ekki bara ágætis punktur hjá borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins Ragnhildi að fyrst við erum að dæla svona mörgum milljörðum, hvað var það, 311 milljarðar, ef ekki bara henda frekar í neðanjaralest? Og þú veist, líka hefur þetta fólk ekki séð íslenskt veðurfarið? Akkurat. Ég ekki svona hann frekar verið svona grín hjá hann alvara, en þetta er það sem áhugaverðar vandamál er bara alls ekkert stort. Það er bara ekkert stort. Við erum að tala um að vanta 2-3 mislæg gatnamót. Það þarf að laga einhverjar 20-30 að- og fráreinar, breikka einhverjum 5-6 stöðum götur og þá er þetta bara leyst. Og svo erum við að fara í eitthvað 300 milljarða verkefni, það er bara út í hött. Og hvað á að fá allan peningin á því, fyrir því? Með hvað er hagvöxturinn sem á standinu því? Ég bara síðan ekki. Nei. Og svo er annað þessu hérna sem er mjög mikilvægt, sem fólk kannski ekki áttar sig ekki á að þetta er að ein af argumentasjónum fyrir þessu er þétting byggðar og samfélagi verður allt miklu betra með þéttari byggð. Jú. Og það er bara alls ekki rétt vegna þess að við stærum okkur hérna á Íslandi á svona stéttlausu samfélagi. Að hér séu ekki margar stéttir. Að börnin okkar leiki sér saman óháð því hvað tekjur foreldrarnir eru með. Að við búum öll saman á þessi stéttlu samfélag og ég held við sem öll stolt af þessu. Það sem gerir þetta kleift er ódýrt fasteignaverð og núna þegar við út af lóðaskortinum er gríðalegur sem heima gera lóðaskorti út af þéttingu byggðar er fasteignaverð hækka gríðalega þannig að við erum að búa til stéttaskiptingu, við erum að búa til fólk sem eru föst í leigugildrum í einhverjum blokkum allir sín ævi svo þeir sem eiga einhvern pening, millistéttin hún kemur til að geta keypt sér blokkaríbúð og svo verður það bara einhver yfirstétt sem kemur til með að geta búið í húsi með garði og left börnunum sínum að ganga í skólan í skemmtilegu umhverfi. Og þetta við alltaf búið til. Það er alveg klárt. Á vakt vinstristjórnar í Reykjavíkurborg Já, en þetta er búið að vera í gangi í allt og langa tíma. Þetta er alveg mögnuð þróun og það er alveg... En King Dagur B, hann segir því fleiri akreinar þá koma bara fleiri bílar. Mér finnst nú eiginlega, þetta er skemmtilega framsett, við unnið gaggjert að því að fækka minnstlega gatnamótum, setja minni penning í vegina í borginni og í staðinn setja hann í strætó. Allt komið í bara eiginlega köld kól og hvað gerum við? Ofurstrætó. Líka, eigum við ekki bara viðurkenna Guðmundur og kyngja þeim bita að Íslendingar greinilega hafa bara engan áhuga að taka strætó? Ég held að það sé bara þannig og bara veðurfari býður heldur ekki upp það. En ég líka sagt ykkur það, ég var allt annað maður en ég er í dag. Ef ég hefði ekki átt hérna vini með mismunandi bakgrunn og foreldra með mismunandi tekjur. Ef ég hefði bara átt heim í einhverju búblu einhver staðar og umgengist bara eina tegund af fólki, þá er ekki sá sem ég var í dag. Og ég er stoltur að eiga vini úr alls konar stjettum og tekjum og fjölskylduminstrum og Ísafirði Reykjavík og þetta erum við eyðileggja. Við erum að búa til stjettaskiptingu í Íslandi með mismunum í búsetuformi. Sem er náttúrulega mjög leiðilt. Ég hef oft pælt í þessu, hvað þetta er leiðilt þróun, en síðan hef ég aftur á móti hugsað bara, já, en það er svo sem ekkit, það er engin rétt að því að búa í Reykjavík. Þú veist, það er ekkit svo slæmt að fara í 40 mínútur, 50 mínútur, 60 mínútur í vinnuna. Það er bara eitthvað sem að fólk lifi við í öðrum borgum, til þess að San Francisco og býr bara við nokkuð góðan kost, til dæmis að flytja til Hveragerðis eða Selfoss eða eitthvað slíkt. En það er eins og þú segir samt, við erum bara búa til
stjættaskiptingu með þessu, sko. Þetta fáránlega góð punktur. Akkur þarf millistéttin að miðteki fólki að keyra til Selfoss eða Borgarnes til að eignast hús og garð og skemmtilega náttúru. Þá miðbærinn aðeins falleri. Já, hann það? Akkur má það ekki keyra bara við erum með hvað er Girs, hvað er áttur Geldinganes. Já. Við getum bara búið til nýtt Breiðholt þar. Það er þetta búið til hellingagötum, 1000 íbúð, 1000 blokkum. Þetta er bara í nokkra kilometra fjarlæg hérna frá miðbænum. Aðalatriðið samt að sé verslun í hverju húsi og þessi stutt á milli og Engin geti hjólað og... En stendur ekki allt tómt, ég held að það sé verslun að skipta. Það skiptir engum máli. Það skiptir engum máli, sko. Þetta lítur vel út á pappír. Nei, þetta er bara ekki nóg gott, sko. Svo þetta lið sem er að með þessar pælingar og vild hafa þetta svona, það býr náttúrulega allt í miðbænum sjálft. og er einhvern veginn að koma í veg fyrir að samborgari þeirra geti notið alls þessum Íslandi upp á bjóða. En ef við horfum fram í tíman, hvað heldur að sé að fara að gerast þegar þessi borgarlína mætir og þessi samgöngusáttmáli er búinn 2040? Er fólk að vera bara, er þetta í alvörun það sem þessi 300 milljarðar fóru í og er þetta þessi borgarlína sem búin að tala allan á tíma? Já, sko, það eru ákveðin verkefni sem eru jákvæð þannig í borgarlínu. Það er held ég 6% af peningnum að fara í svona stofnbrautir og jarðgöng og svoleiðis. Þannig að það er smá hluta þessu sem make a sense. Og svo kannski líka, það er náttúrulega mikilvægt að vera að bjóða upp á fjölbreytta samgöngumáta líka með göngustígum og hjólastígum og svoleiðis. Þannig að það er fínt að setja peningið það líka. En ég bara sé ekki þessa eftirspurn eftir að labba út á stoppustöð, taka borgarlínuna, fara út úr borgarlínunni, taka annan strætó, labba svo í skólan eða vinnuna. Og þetta er bara eitthvað sem fólk vill ekki og bæði bara borgin okkar og leigja át á borginni leifir þetta ekki. Þetta er dreifð borg og hún er byggð upp eins og ameríska, kanadíska, norður-skandinavísk borg. Þannig að þetta er bara ekki að fara að gerast og það heldur engin ástæð til þess. Akkur viljum við skemma öll þessi grænu svæði og þannig ég skil ekki. Ég held kannski ákveðin liti sé þetta af því að svona verið að reyna að skilja þetta. Ég held að þetta sé kannski vegna þess að það eru svo það er kannski að þeir sem eru svona stjórn þessu skipulagsmálum í dag að þeir eru kannski ekki hefur neitt á móti félagsfræði en kannski er þetta þeir sem eru að ráða ferðin í dag eru félagsfræði menntaðir, allir búin að fara í skóla í Þýskalandi eða einhverju miðaldaborgum í Evrópu og er einhvern veginn að reyna að taka þessar rómantísku upplöfun sem þeir áttu í sínum háskólaárum og tróðan upp í andlitið á okkur sem erum hérna að reyna að komast í borginni. Já, þetta er mjög góð steinar. Já, við erum aðeins búin að taka snert á einu Reykjavíkur borgar, en ef við færum okkur aðeins norðvestur. Sorry, já, þú ætlar að fara á Ísafirði? Já, mér langar að fara aðeins. Já, ég ætla að spyrja bara hvernig finnst þér samgöngumálin bara á Ísafirði? Innviðafélag Vestfjarða? Já. Takk. Já, sko, það er bara, þessi samgöngumál eru bara eiginlega steik á Íslandi og fyrstulega þá byrjum við að búa til jarðgöng allt og seint og það var bara því að lýðveldið er bara ungt og það var bara aðri hlutir sem þurfti að eyða peningunum í þannig að þessi jarðgangagerð, hún bara hefst allt og seint á Íslandi og svo förum við í gang með að gera jarðgöng og þá kemur efnahagsaðlögunin og allt stöðast hjá okkur tíma og svo er þetta samkomla gert við Reykjavíkurborg að höfuðborgarsvæðið um að setja engan pening í samgönguinnviðina í höfuðborginni, heldur fjármagnsstrætó í staðinn og svo kom allir þessi túristar þannig að við erum með þrennt, við byrjum að gera jarðgöng allt og seint á Íslandi við erum með gríðarlega uppsafnaða samgönguskuld hérna á höfuðborgarsvæðinu það þarf að taka til hendinni hérna ekki með borgarlínu samt, heldur með öðrum aðgerðum og svo erum við bara með bara miklu fyrir túristu í Íslandi og við viljum hafa þá hér og þeir þurfa að komast úr landið en bara vegkerfið okkar er bara gamalt og slitið þannig að það er fjárfesting allstaðar þannig að ríkisvaldið er bara í ansi erfiðri stöðu þá þarf bara pening allstaðar, það er rosa pening til að bæta samgöngur á svona útjaðri Íslands svo Vestfjörðum það er bara almennt samgöngubætur út allt Ísland og svo það líka að bæta samgöngukerfi hérna í Reykjavík þannig að það þarf aðeins að breyta hugsunátt í þessu samgöngumálum og náttúrulega
grundvöllurinn til þess að sé hægt að leysa þessi samgöngumála, þessi hagvöxtur í landinu og þessi nýjar atvinnugreinar, að skatttekjunir okkar sé að aukast til þess að setja meiri pening í svona mál, í samgöngumál, menntamál og heilbrigðismál. Þannig að við þurfum að standa vel saman að auka tekjur samfélagsins og skatttekjurnar til að sé hægt að fjárfesta í svona verkefnum. Og það nummer 1 og svo þurfum við að hugsa held ég aðeins öðruvísi með þessi verkefni og forgangsröðun á þeim og hugsa verkefni sem að geta verið arðbær og auki skatttekjur. Og þetta, þú nefndir hérna Innviðafélag Vestfjarða, það snýst einmitt um það. Undanfarnum 7 árum að þá hafa tekjur atvinnufyrirtækja á Vestfjörðum þrefaldast og tekjurnar, ég man ekki nákvæmlega tölunar en við minnum að það hafi verið 100 milljarðar í skatttekjur síðastliðin 10 ár en ef við horfum fram næstu 10 ár, þá ég man rétt, ekki hafa með eftir þessu tölum, að þá er það 200 milljarðar í skatttekjur næstu 10 árin. Þannig að það er að aukast gríðarlega skatttekjur okkar Íslendinga frá atvinnu uppbyggingu á Vestfjörðum með keirisins og fiskeld og öðru og með því er að vera til peningar til að í þessa samneyslu í vegagerð og Innviðafélag það snýst að benda á þennan efnahagslega ávinning sem er efnahagslega uppbyggingu og efnahagsævintýri sem eru á Vestfjörðum og allar skatttekjurnar sem vera til þar og tryggja að það verði staðið vörðum þessu uppbyggingu með að bæta innviðina þannig að samgöngunar batni og við getum haldið áfram að auka skatttekjurnar. Já. Fyrstu minnist á eldi aðeins, hvað finnst Ísfirðingum eldi og er bannað að vera á móti eða hafa ágjur af laxánum þar? Já, góð spurning. Já, ég veit ekki, mér finnst þetta bara svo skrítin spurning vegna þess að Ísafjarðardjúp er svo stórt, hafið er svo stórt og það er svo hreint og það er svo fallegt og vera með eldiskvíjar hann, þetta er svo títuprjónn, hver eldiskví með laxinum hann í, alls þar í heiminum er litið á eldislax sem hágæða vöru. Ef maður fyrir á flottastu veitingastaði út í New York, hérna, Atlantic Salmon og Norwegian Salmon er það flottasta sem hægt er að kaupa þessu veitingastöðum og það er eldislax og þetta er þessar kvíjar í Ísafjarðardjúpi, þetta er bara eins og vínviður í hérna Mósildalum og hérna við höfum verið stolt að því að vera með matvælaframleiðslu á svona og nýta okkur náttúruna á þennan máta til að búa til verðmæti og auðvitað þurfa að gilda reglur um fiskeldi fólk verður að fara til leikreglum og ef fólk fylgir ekki reglum ef fyrirtækin fylgir ekki leikreglunum að þá þarf að refsa þeim með því að fólk á það að missa rekstrarlega og borga sektir ef í Keirasis ef við fylgjum ekki gæðkerfun okkur og varan okkur er menguð og lítur einhvern skaða af þá liggjum við aldeilis í því og það eru bara sömu lögmál að gilda þar í fiskeldi eins og annars þar. Þannig að þú ert ósamálega þeirri orðræðu við sem að gefa norðmönnum firðin okkar? Algjörlega, það eru margir erum við að gefa dönum róð okkar núna þegar Keirasis er í eigu Dana. Nei. Þannig að þetta eru fyrirtæki sem borga skatt á Íslandi, Keirasis borga skatt á Íslandi, þessi laxeldisfyrirtæki borga skatt á Íslandi og ekki bara skatt, heldur líka leyfisgjöld og það er svo áhugavert núna með þessum nýjustu breytingum í laxeldinu, þá eru það byrjt 20% af toppline tekjunum í laxeldinu sem renna til ríkisins beint og óbeint. Já. Þannig að fyrir hvern milljarð, og það er cirka milljarður kví á laxi, fyrir hvern milljarð af laxi, þá fara 200 milljónir til ríkisins. Í Ísafjarðardjúpi er burðarþolsmat fyrir 30.000 tonnum og það er þá gríðarlega tekjur sem koma þaðan. Það eru þá 30 milljarðar, það er þá bara 1/3 af Landspítalum á hverju ári. En skildirðu hitann sem að þetta frumvarp fekk frá Bjarkeyju varandi ótímabundnar heimildir að nota? Eða fannst þér þetta óveð? Mér finnst í mínum ögum þá skiptir ekki máli hvort þessi tímabundið og ótímabundið. Málið bara það þarf að greiða skatta og gjöld af leyfunum hvort sem að þau eru í 20, 30, 40 ár ef menn eru að borga þar sem það kostar að hafa þau á hverju ári og ef menn eru að standa sig með heilnæman rekstur og án mengunar og búið til gæða vöru og farið til leikreglunum að þá sé ekki að skipti miklu máli hvort það sé til 10, 20 eða 40 ára. Já, klart. Já,
ekki spurning örsnögt, lengjan Þeir vilja vita hvað hann enska Já, þeir vilja líka bara minna á sig, setja spenn í leikinn og styðja gott málefni. Þú vinnur. Hvað betra en sko, þú kannski horfa okkur leiðina leiki enska. Já. Þá getur þú horfa á lengina, þá verður hann skemmtilegur sko. Mér minnist þetta við vinnum þóttu töpum, bakalútur sko. Og það lengjan. Og það eru lengjumenn að sjálfsög og auðvitað kontaktfyrirtæki að aðgjöf einn svo elsta og virtasta. Rétt. Kemur að eindaskiptum, endurskipulagningu og... Hvar ertu með hvað liðaldir í enska boltan? Ég held bara með Vestra. Það er bara mestur punktur. Ég ætla ekki að tjá mig meira fótbolta en það. Nei, ok. Vestri og Káar í harðri baráttu sæti í bestu deildinni, það er auðvitað. Hér völlurinn? Já, hann er komin á laginnar, alltaf gera þarna fyrir vestan. Sko, við langar aðeins að ræða við RÚV, Guðmundur. Og kannski bara fjölmiðla almennt hérna á Íslandi, umhverfið. Já. Vorum aðeins að ræða þetta fyrir þátt. Já, það er bara aðdánuvert að sjá þessa dagskrár hérna hjá ykkur og þessi podcast sem eru í gangi og þessa hlustun sem þið eru að fá hérna, hún er bara alveg frábær og svo ef maður sér þessa vördsand sem fjölmiðlar eru almennt í að hvernig ríkisútvarpið er gnæfir yfir annan svona fjölmiðlarekstur í Íslandi, svona yfir svona lítil fyrirtæki eins og ykkar og svo önnur fyrirtæki sem er að ströggla eins og kannski ekki að ströggla en sem eru ekkert neitt sem er svolítið að brattan að sækja Íslands fjölmiðla fyrirtæki almennt Tekur mikið súrefni Já, og sko fyrst svo Facebook og YouTube peningana í burtu, svo það sem að litla sem er eftir, það fyrir ríkisútvarpsins þannig að hérna það er lítið eftir fyrir aðra og það er svo mikilvægt fyrir okkur bara út af íslenskunni og framtíðin að við séum með öfluga íslenska dagskrárgerð og það er ótrúlegt að sjá þetta svo sjónvarp Símans til dæmis hvað þeir eru þá að standa sér vel í að búið til íslenskt efni og ég átti heima hérna á Nýja-Sjálandi tíma og hérna það var afskaplega skemmtilegur tími að búa þar og þar var gerð svona grundvallar breyting þar á rekstri fjölmiðla þegar ég var þar akkurat út af nákvæmlega sömu stöðunni og komin upp hérna það var bara einn svona miðill þar sem var með í svona alvöru rekstur, það var bara ríkisútvarpið þar og það var bara erfiður rekstur í öllum hinum fyrirtækjunum og það sem var gert þar að það var peningurinn sem er ríkisútvarpið fékk var allir settur í sjóð sem kallaður New Zealand on Air og svo þeim pening dreift á milli einkafyrirtækjuna þannig að hvort sem að þú varst hérna sín eða sjónvarp Símans eða framleiðandi þá var hægt að sækja mennum pening og fyrir sitt efni og það sitja allir á sama bátunum sem framleiðendur hvar sem þeir eru og þetta hefur leitt til svona gríðarlega grósku í nýsjálenskri svona dagskrárgerð og við sjáum til dæmis Lord of the Rings og svona hvað það ber mikið á nýsjálenskri dagskrárgerð og þáttum og það er allt sprottið upp úr þessu svona styrkakerfi þar í staðan fyrir að setja alltaf peningin á föstum fjárlögum inn í eitt bákn að dreifunum frekar út til grassróturinn til minni fyrirtækjana. Já, algjörlega. Það er satt, sko, eins og Bretarnir gera þetta, þú veist, þeir eru með BBC, en þeir eru allavega ekki á auglýsingamarkaði. Væri það ekki kannski heillavænlegt skref? Jú, ég held líka að BBC sé að kaupa þætti frá svona litlu framleiðendum. Ég held að þeir eru að framleiða ákveða efni sjálfir, en ég held að það sé svipað kerfi í Bretlandi þar sem menn eru að kaupa efni frá minni framleiðendum. En auðvitað verður það fyrsta skrefið það væri að jafna samkeppnis aðstöðuna með auglýsingamarkaðnum. Ég held að það sé engin spurning og já. Já, maður líka velti fyrir sig sko að þegar við talum að við erum með eitt lítið krútlegt hlaðvarp að sko meira þess að ríkisútvarpið það er ekki bara nóga þessi með sjöfréttinar og eru með HM og EM og Ólympíuleikana og allt þetta dæmi og allar auglýsingarnar og allt og við spurjum okkur hinir fjölmiðlarnir í Brekku svo eru líka bara í hlaðvarpsrekstri. Þetta er svo mikill fíllinn í herbygginu að hálfa vera nóg. Nei, akkurat. Og það sem þeir ættu náttúrulega að gera að þeir ættu í staðan fyrir að framleiða sína eigin hlaðvörp að þá ætti þið bara einfallega að kaupa þessa dagskrárgerð frá öðrum ef við vilja að fá efna þeir tæi þá ætti þið að þessi þáttur hérna geti alveg verið sendur út á Spotify,
Apple podcast og Ríkisútvarpinu. Nákvæmlega. Ríkisvæða Tessa Dark? Já. Ég segi það nú kannski, ekki, það voru ekki alveg mín orð, en af hverju ekki? Af hverju ekki að taka bjóða þessar góðu dagskrárgerð hérna, svona breiðari vettvang? Já. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Alltaf á Rástvö klukkan 1, það verið glæsilegt. Já. Nei, ég meina alveg. Já, það var bara mjög gaman, það er bara fallið til sko, þú komst aðeins inn á því byrjun þáttar, mér langaði að spyrja þig frekar úti að sko, fyrirtæki sem stýrðir í Danmörku á sínum tíma, þá aðeins 26 ára, við erum að tala Já, gaman þú í dag? Já. Sælis. Við erum að tala gríðalegt umfang, 250 manns, ekki sett? Jú, akkurat, það var rosa business. Ég fór þess að út í framhaldsnámi sem ég nefndi áðan og ég hef nú heldur haft einn svona sérstaklega gaman að námi, en þannig að ég svona fekk aukavinnu fljótlega og svo leitti eitt af öðru og þetta fyrirtæki var til í samvinnu við Íslands fyrirtæki Hugvit og þetta óks og var bara alveg gríðarlega skemmtilegt. Þetta var á þeim tíma þegar allir sem kunnu eitthvað á tölvur voru rosalega verðmætir. Það er kannski erfitt að ímynda sér hún í dag en þarna 1995-2000 og það var samfélagið og fyrirtækin vissu að framtíðin snýrist tölvutekni, snýrist gagnagrunna, snýrist að safna saman upplýsingum, framleiða vinnuferli sem eru tölvutæk. Það var komin konsensus bara almennt í fyrirtækjarekstri að þau ætti að hverfast notkun á tölvutekni. Er þetta þess að fólk tala gervigræðin í dag? Já, kannski svipað. En málið var bara þá kunningin á tölvur. Og þess vegna allir þeir sem höfðu eitthvað vit á tölvum eins og ég alltaf verið heill ára tölvum. Þetta kom út á 64. Það voru 2 kampar, sumar áttu Commodore 64 og aðra áttu Sinclair Spectrum, ég áttu Commodore. Þannig að þeir sem að kunna eitthvað á tölvur á þessum tíma voru bara mjög verðmætir og það var þessu umhverfi sem ég náði að búa til það fyrirtæki. Já. Sem var bara mjög skemmtilegt og svo spratt .com bólan og hérna, ég var reyndar hættur þessum restur og komin í annað en það voru rosa mörg sprotafyrirtæki og minni fyrirtæki þar sem óksu hratt og þið hefur kannski heyrt þetta .com bólan þegar hún brast og þetta fyrirtæki sem ég hefði stofnað var eitt af þeim. Hvað snýrist starfsemin? Það var svolítið áhugavert sko. Það var sem sagt ég hafði lært á kerfi sem heit Lotus Notes sem var svona gagnagrunskerfi og þegar ég var hérna í háskólanum þá komst ég í svona aukastarf með frá skóla að vinna fyrir banka í svona Lotus Notes forritun og svo var bara ógeðslega mikið að gera í þessum banka og þeir vildu bara alltaf meira og meira þannig ég bara vinna meira og svo náði ég að sjanghæja nokkra félaga mína hérna, Dani úr náminu og kynntist líka Amerikana, Chris Hart og ég fekk þá bara vinna í bankanum en bankin vildi ekki borga laun, þeir vildi bara borga verktakalun. Það var svo mikið vesen í Danmörku að gera svona verktakareikninga, það gera alls svona skattaskýrslur og vesen. Þannig að ég bjó til svona fyrirtæki og sá að rukka fyrir þessa vinni mína sem ég hefði tengst í skólanum. Það var svona byrjaði á því að ég bjó til fyrirtæki sem seldi þjónustuna til bankans og gat það ráðið þessa skólafélaga mína sem launþjá, þannig að allt pappir sín hjá þeim var miklu minni. En svo vatt þetta upp og var þetta allt annað er tímilið fram. Þetta snýrst þess að að svona sjálfvirkni væða svo kallar research publications. Þú ert með í bankunum, í svona fjárfestingarbankum, þá ertu með starfsfólk sem er að fylgjast með fyrirtækjum. Það er að gera svona fyrirtækjagreiningar og gefur síðan út skýrslur og svo sendir bankinn þessar skýrslur til lífeyrissjóða og annar sem eru í viðskiptum og þetta er mjög hátt launað fólk, þessi greiningaraðilar og á þessum tíma var mjög flókið fyrir að gera þessar skýrslur. Það þurfti að búið náði töflu í þetta kerfi, töflur í annað kerfi, í Bloomberg og annað kerfi og myndir hinga og layout og gröf og alls konar og svona in the early days þá snýrist þetta fyrirtæki að sjálfvirkni var þetta fyrirtæki þannig að sá sem var þessi greiningaraðil og var að fylgjast með Novo Nordisk eða hvaða fyrirtæki sem var að fylgjast með, gat bara sest niður fyrir tölvuna, skrifað hérna viskuna sína og ítt á enter og þá var skýrslan til með öllum gröfunum og bara náði það sjálfkrafi í hinn ýmsustu kerfi. Og það var svona startpunkturinn. En svo mistum við aðeins svona fókusinn og við fórum að gera alls konar aðra hluti í staðan fyrir að vera bara bestir í bönkunum og vera bara bestir í bönkunum allan heima, þá breykkuðum við vöruframbúðu okkar og hættum að vera fókusur.
Ég held að það hafi verið svolítið sem kannski ég lærið af þarna náttúrulega í þessum rekstri það var kannski aðalega tvennt að svona kraftaverk gerast ekki ef að salaðin ekki, ef þú ekki með nú að tekjur í þessum mánuði, þá var mjög ólöglegt að vera rosalega góður næsta mánuði og svo númer 2 fókus, og bara fókus og eitthvað eitt og vera góður í því. Já, þetta þetta mjög góða punktur. En hvernig að ranka við sér sem fórstjóri 26 ára? Það bara einhvern veginn, bara Robert. Ég fannst það bara eðlilegast það, sko. Já, það? Já. Fannst það ekki, já, og mér finnst það bara svo, það fáránlega vel gert, sko. Passa þér í skóna, 26 ára. Þið leið bara vel. Já, ég leið vel. Og já, það kannski hljóma kannski, ég veit ekki, en já, mér fannst það, ég náttúrulega afskaplega vel kvæntur og gott heimi, ég og kona minn og fjölskyldan og þetta var kannski ákveðinleiti svona teamwork en ég alltaf verið svona mjög heppinn með samstarfsfólk og ég nefndi hérna Chris Hart áðan sem ég réði vinnu og fleiri einhvern veginn verið og svo læknarnir sem ég vann með sem komið til liðs við Keresis á fyrsta árum Keresis ég bara verið gríðarlega heppinn með svona samstarfsfólk alltaf. Já. Sko, nú tókum við viðtal við Kristinn Má á dögunum. Já, Tansunni kongin. Já, sem að einnig hefur vegna vel og gert margt skemmtilegt frumkvöðli eðli sínu. Sko, manni hættir til að tala við svona snillinga að bara, herðu, þeir vákvæða voru heppni að vera á þessum stað á þessum tíma. Það ekki til sko, Guðmundur, hvernig staðsetur maður sig rétt? Já, ég held að bara kem ég aftur sem ég tala hann, að þekkja vandamálið. Að maður vaknar ekki bara upp einhvern daginn með einhverju hugmynd sem breytir öllu. Þú þarft að vinna fyrir hugmyndinni og maður gerir það með að fara í nám, með að eiga starfsvel í fyrirtækjum, þar sem maður lærir á vandamálið og eftir því sem að þekkingi verður dýpra á vandamálinu og eftir því sem að tengslanetið eflist, þá kvikka hugmyndir og svo verða það líklegri til árangurs eftir því sem tíminn líður. Þannig að þetta snýst að þekkja vandamálið og vera áhugasamur vandamálið. Ég bara ógeðslega áhugasamur allt sem snýr að svona ákveðnum tæknilegum vandamálum eins og til með sár og ég er bara mjög gaman að því. Mér finnst mjög gaman að lesa allt sem snýst mér finnst gaman að kynnast nýjum fyrirtækjum sem er eitthvað nýtt. Þetta er bara eitthvað sem ég er mjög gaman að og ég held að þetta fer saman svona áhugi og svona breið þekking og svona kannski dassast kæruleysi líka svona ákveðinleiti þá geta bara kraftaverk gerst. Já. Það er samt eins og Leifur að koma að það er ekki til heppni í svona. Er það nokkuð? Nei, ég held ekki. Vinnusemi er mjög mikilvæg og ég held að þú fáir ekki þessa breiðu þekkingu heldur nema með vinnuseminni. Já. Núna ertu búin að ala upp barn og það er að verða fullvaxta og við erum að sjá það bara Já, þetta tala Keresis. Já, það er orðið stórt og byrjar ég að kjafta og það eiginlega þarf okkur ekki lengur og allt þetta. Þetta er orðin úling, ég vil vera fullorðin einstaklingur. Já, bara vera fullorðin einstaklingur. Sko, ertu farin að horfa í næsta ævintýri? Eða kannski ertu að segja þér og ertu ennþá starfsmaður? Já. Þetta er góð spurning samt. Góð spurning, en sko, þetta er ofsalega skemmtilegt og við höfum náð ótrúlegum árangri í Bandaríkjunum. Við erum bara flottasta fyrirtæki þar, það veit allir hverju við erum eins og gera. Við erum með 6% markaðshlutdeild, við erum að vaxa hraðast, við erum með flottustu tæknina, við erum arðsamastir. Við höfum bara náð ógeðslega flottum árangri í Bandaríkjunum. En heimurinn er stór og þegar Coloplast kom að tala við okkur, þetta svona stönduga alþjóðlega fyrirtæki, stofnun 1955 með starfsemi í 140 löndum, að hafa það tækifæri að koma að því þessu uppfinningin mín með roðið sem er framleitt á Ísafirði í bænum mínum og allt þetta góða samstarf með allt mitt góða samstarfsfólk að geta tekið þessa tækni og komið henni í notkun í 140 löndum. Þannig að hvar sem þú ert í heiminum, ef þú ert með stórt sár, stendur fram fyrir aflimun, að þá geti roðið frá Ísafirði komið í veg fyrir að vera alveg hvar sem ert í heiminum, 140 löndum. Það er náttúrulega ótrúlega spennandi tilhugsun að þessi uppfinning og þessi vara búin til Ísafirði geti haft svona mikið impact út allan heim, alveg eins og hulsan hjá Össuri. Einmitt. Sko, algjörlega tala 6% hlutdeild í Bandaríkjunum ef við horfum í aðra markaði Kína, Indland, ertu eitthvað að horfa í það?
Já, það hluti af þessum 140 markum og Koloplast er með business infrastruktúr í þessu löndum, þannig að það þarf ekki að búið til dótturfyrirtæki, það þarf ekki að finna hvernig endurgreiðslan virkar, það þarf ekki að vinna hvernig sjúkratryggingar virka, það er ákveðin þekking til í þessum 140 löndum og núna erum við að búa til módel þar sem við erum að testa sölu á Kerecis í nokkrum löndum, til dæmis Ítalíu og svo ætlum við þá næstu áratugum, þetta er langt verkefni og kannski ekki við, heldur þeir á næstu áratugum að replikera þetta í þessu 140 lönd. Þannig að ef það væri árshátíð í kvöld hjá Kerecis þá væri þú að taka bara I'm not fucking leaving. Já, ég er ekki að fara neitt næstu missurum. Nei. En það er það spennandi eins og þú segir og fyrir utan það er náttúrulega engin betri að halda á stjórnartöfunum á Kerecis heldur en maður sem fann upp á þessu þannig að og þú myndir ekki vilja vera á hliðalínunni að fylgjast með þessu. Já, líklega ekki. En þetta er náttúrulega samt öðruvísi núna sko. Núna við erum með svo commercial business sem er salan og markaðssetningin og þessu kallu medical affairs og research development. En svo erum við með aðra hluti eins og fjármál og starfsmannamál, tölvumál, líka lagadeild og við erum að plugga okkur inn í allt þetta kerfi hjá Koloplast. Þannig að þar sem að Kerecis verður næstu áratugina verður svona sjálfstæð eining sem snýst róðið en það verður ekki svona fyrirtæki þar sem með fjármálum, starfsmannastjórnun lítið overhead að segja það. Já, við getum nýtum okkur það frá móðurfyrirtækinu og fókusurum á söl og markastarf. Og þá kannski spurningin sem Leifur kom með dálítið snemma í þættinum að sko transitionið þegar salan var búin að ganga í gegn voru þetta bara nokkri dagar, nokkra vikur eða var þetta? Já, þetta transition, það er kannski ekki transitionið hefur verið að þetta með fjármáladeildina, starfsmannastjórnun, líkal og tölvur að það er svona fjarlægast, það er aðrir sem sjáum það núna og ég er meira að sjá þetta sölu og markaðsstarf í Bandaríkjunum og rannsóknarþróun og svo í samvinnu við þessi við þá dótturfyrirtæki Koloplast, við erum heima að búa til svona sjálfstæði deildir í þessum löndum þar sem við erum að hefja vegferðina. Yfirmaðurinn minn, ég reportar á til stjórnar Kerecis, ég var ekki með einn yfirmann þannig séð. Nú reportar ég til mann sem er forstjóri Koloplast og situr í Danmörku og það er bara alveg frábært. En toppnáðingi? Algjörlega og ég er náttúrulega heim í Danmörku í 8 ár. Ég knast mitt fyrsta heimili þar og átti afskaplega góðan tíma þar þannig að það er bara alveg frábært og það er líka, við erum líka svo mikilvæg fyrir Koloplast, eins og Koloplast er svona stort svona medtech svona risi 3,7 miljardar dollara tekjur í ár 20.000 starfsmenn í mann rétt að í Danmörku sem er dýrt land að það er svo mikilvægt fyrir Koloplast að vera með nýja tækni að geta og þið keyptu fyrirtæki, sænst fyrirtæki fyrir nokkrum árum, 3 árum sem heitir Atos og núna Kerecis, að framtíð Koloplast byggir algjörlega á okkur á þessu fyrirtæki sem heitir Atos og svo við núna Kerecis vegna þess að þegar fyrirtæki eldast að þá koma aðri framleiðendur og býti hælan á þeim sem geta jafnvel framleitt ódýrari í Asíulöndum og svoleiðis. Þannig að þú ætlar að vera með svona fyrirtæki stærst í Danmörku með til dæmis svona dýrt overhead og rekstur að þá verður að vera með puttan á púlsun með nýja tækni og alltaf vera með nýja tækni og nýjar vörur sem hægt er að rukka meira fyrir og bjóða upp á betri virkni fyrir sjúklingarna. Og þá kem ég kannski að því að kannski Leifur spyrður aðeins út í sölun á eftir en þetta er risastórt fyrirtæki, Koloplast varstu aldrei hræddur það því að þetta er nú barnið, þetta er úlingur sem er að flytja heimann eins og Leifur talaði að þetta myndi einhvern veginn hvað Kerecis stór partur á þeirra eignasafni hvað er það? Já, við erum ekki eignasafn, við erum svona mitt, það er alltaf business unit, svona mitt á milli þess að vera bara svona fjárfesting og deild, svona semi-sjálfstætt. En sko ég er alltaf búin að vera að vinna í þessu í ansi langan tíma, eins og ég sagði, þetta byrjaði fyrir 2010 og þetta búið að vera gríðarlega skemmtilegt, eins og ég segi við höfum náð ótrúlegum árangri í Bandaríkjunum
en ég hef líka áttað mig á því að til að ná sama árangri í Bandaríkjunum í þessum stóru löndum, það er 100 lönd sem teljast stóri í heiminum, að mér myndi aldrei endast ævin til þess að hefja sölu og markaðssetningu á keirisins í þessum löndum og ég er heldur ekki vissum að það sé skemmtilegt endilega. Kannski eru mínir hæfileikar og mín svona vinnukleði meira tengt því að vera að skapa eitthvað nýtt. Já, algjörlega, vel svarað. Sko, árum við förum í þá langar mig bara að spyrja þig, Guðmundur, sko, það er eitt að því við tölum sölu og markaðsstarfi í Bandaríkjunum sem að er stórpartur af því sem þú ert að gera í dag. Sko, að því að Bandaríkjamarkaðurinn er þessu öðruvísin íslenski markaðurinn og það sem að á til að þekkja með sko sá sem stofnar fyrirtækin spilar oft mjög stóran þátt í markaðssetningu. Við sjáum hvað er ábyrgðið, þessi frægu Bill Gates, Jack Dorsey, Elon Musk, allir þessi gæðir, þeir eru hálfgerðir hetjur sjálfur. Skiptir ekki alltaf miklu máli þegar þetta markaðsetta fyrirtæki í Bandaríkjunum að þú sért svona maður baka hugmyndina? Já. Sýnilegur. Ég myndi nú ekki að líka mér við allt þetta fólk sem það nefndir sko. Jú, það getur verið, en allan þá tók ég það ákvörðun að gera það ekki þannig, heldur að selja og vera með annað leikjaplan. Já, en þú ert ennþá samt alveg ég er bara með hugan og hjartað í þessum rekstri núna og verð það næstu árin en ég á ekki fyrirtæki lengur. Það er hérna núna í eigu Koloplast og hluti af Koloplast og svona mitt helsta markmið er að bara halda þessi vegferð áfram að velgengnin halda áfram í Bandaríkjunum og við förum að tikka og í aðstoð við að koma vörun í notkun á öðrum mörkuðum. Svo er mér ljóslega umhugað það líka að þetta verði góðu díll fyrir Koloplast. Ég vil mjög gjarnan og það er að gera það líka, þetta gangi mjög vel. Ég vill að Koloplast og stjórnundu Koloplast og stjórnin finnist þetta bara díll aldarinnar að hafa keypt Kerecis og að þetta verði bara fyrirtækjakaup sem að allir verið stoltir af og ég er afskaplega stoltur af því þetta fyrsti íslenski einhyrningurinn og núna er ég bara einbyttað mér það að því núna að þessi samþætting og þessi vöxtur haldi áfram og það er bara mjög skemmtilegt. Algjörlega. Aðeins áfram í sölunum Kerecis en áður að þá er það Búdvar Böttvæsir, tjekkneski. Sá tjekkneski. Já, tjekkneska gullið. Bæði góður í prósentu og án prósentu og það sem er ekki verra er, Búdvar er bara tjekkneska gullið og Subway það er bara hittaði rista. Já, ég fer alltaf í bræðingin. Já, þú fer í hann. Já, ég er ítalsku BMT maður. Undir 2,4 fyrir 12 tómi bát. Ég kalla það bara gjöf. Sko, Kerecis þarf að græja eitt Subway á Ísafjörð. Já, það er alveg klart. Það var í júli 2023, það sem Kerecis var selt til Koloplast fyrir $1.2 billion eða 170 milljarða, ég held að sé að fara með rétt að tölur þetta. Einhyrningur. Sko, við erum alltaf aðeins búin að tala um þetta en okkur langar að taka bara 360 gráður á þessu. Hvernig kom þetta til? Þú veist, höfðu þeir samband við ykkur, höfðu þeir samband við þá, svo framvegis? Já, þeir höfðu samband við okkur. Eins og ég nefndi áðan þá höfum við verið að vinna í skráningu á fyrirtækinu og það sem ég áttaði mig á því þarna 2022 þegar við vorum að fara í þetta reverse takeover í Bandaríkjunum og okkur vantaði pening. Við ætlum að gera 20 í einu, við ætlum að safna pening í reksturinn, til að fara með reksturinn og skrá fyrirtækið á markað í sömu transaksjónni. Ég áttaði mig að því þegar ég fyrir roadshow þar með bankar sem við vorum að vinna með að Kerecis var alls ekki þekktar. Það hafði aldrei neitt heyrt Kerecis áður og þó að við værum með þessa traction í sölunni að það hafði ég ekki mikið tekið þátt í fjárfestaráðstöfnum og fjárfestakynningum og það fór svona megin hluti tímans að tala við þessa fjárfesta. Þetta eru kannski svona 50 sérhæðir medtech fjárfestar í heiminum. Það fór bara mjög mikil tími hjá mér í bara svona tala svona trúveruleikan og tæknina og svoleiðis og það menn voru ekki tilbúnir að fjárfesta í fyrirtækinu svona 1, 2 og 3 við fyrsta samtal sem hefði svo sem ekki átt að koma mér óvart vegna þess að við höfum alltaf selt nýtt hlutafé oft hérna á Íslandi og það var alltaf auðveldur eftir sem ég talaði oftar við fólk. Það voru fáir sem voru til að slá til í fyrsta skipti svo kom maður að tala við því
B-rándinu eða C-rándinu og þá gætum við að við erum búin að gera þetta síðan síðast og þá hérna vorum við klárir og auðvitað ég hafði kannski ekki áttað með því að ég hefði átt að gera miklu meira af þessu í Bandaríkjunum að taka þátt í svona fjárfestaráðstöfum þar sem að pitcha jafnvel þó að maður væri ekkert endilega að leita hlutafé bara taka þátt í þeim til að gera svona brandið þekktar og andlitið á mér og þannig að það voru svona ákveðin mistök að hafa ekki gert það þannig að þó að við hefðum ákveðið að þarna 21-22 að fara ekki eitthvað skráningaferli heldur að leita til engafjárfesta eins og við gerðum síðan með árangursríkum hætti þegar Kirkby eigandi Lego kom inn í fyrirtækið að þá held ég áfram þessari vegferð þannig ég gætti minn alltaf á því að taka þátt í svona fjárfestaráðstöfum og það eru haldnar svona 6-8 svona fjárfestaráðstöfum þar sem medtech fyrirtæki eru að pitcha og mér var boðið að taka þátt í JP Morgan Healthcare sem er alltaf haldin í janúar á hverju ári í San Francisco mér var boðið að pitcha þar í janúar 2023 og þar voru svona njósnarar í salnum þetta voru flest svona fjárfestar og sjóðstórar en svo var svona eitt og eitt stort fyrirtæki líka Johnson & Johnson, Stryker Medtronics og fleiri og Coloplast og það var haft sambandið mig strax eftir hennar fund þannig að það er einhver sem hefði mist af pitchinu hjá mér og þannig að ég fór yfir aftur í fundarherbyggi daginn eftir með en stærri hóp og svo gerðist ekki neitt fyrir páskana þá var haft formlegt sambandið okkur og þá var hófst þetta ferli og það var þá, hvernig voru páskanir í apríl eða mæ, þá var maður ekki og þá bara hófst svona mjög intensíft tíðanbil frá apríl og fram í júlí þegar skrifundir. En var, sko, að því að auðvitað, þú varst að pæla að fara með félagið í Kauphöllina og þá hefði alltaf eðlilega þinn eignarhlutur aðeins þinnst út, en var fyrirtæki til sölu eða var þetta bara of gott tilboð til að hafna? Já, það var raunverulega ekki til sölu, nei, við vorum full fjármögn á þessum tíma voru nýbúin að taka inn $100 milljónir frá Kirkby og fleirum hann nokkrum mánuðum áður. Þannig að fyrirtæki var með sterkar sjóðsögð og við þurftum ekkert meira hlutafé. DR-rándið okkar sem Kirkby kom inn var raunverulega síðasta rándið okkar eins og við vorum í Karslu póstur þessum tíma. Þannig að fyrirtæki var raunverulega ekki til sölu, þannig séð. Nei, og þá kannski kem ég að því, var þetta of gott tilboð til hafna? Ég bara hugsa ekki það tilboðinu var tekið og það var ákvörðun sem ég tók og engin annar og nú eru bara stættir hér. Já, vel svara. Hvernig var þetta verð ákveð? Þetta var tvöfalt verði sem að Kirkby borgaði fyrir sitt hlutafé árið undan. Þetta var 100% hærra. Já. Heldur þú, sko, við munum kannski fara betri á árun og fréttir í gær á ársyningum þínum, það gengur ágætlega. Heldur að sé reyndar eftir búin að tala um það í þættinum að þú náttúrulega bara vonar að þessi fjárfesting á Coloplast er einist bara einn besta fjárfesting sem við nokkuð tíma tekið. Ég vonaði ekki, við sem að verða það. Já, við sem að verða það, já. Heldur þú mun hugsa, ég hef ekki að selta það ennþá meira? Nei, ég hugsa aldrei svoleiðis. Nei? Ég hugsa aldrei svoleiðis retrospektivt. Ég hugsa alltaf fram í tíman, aldrei aftur í tíman. Það er sniðugt reyndar. Það er mjög sniðugt. Og þá kannski ég held ég hafi spurt hann fyrir þátt að þessu en settu þeirra sem skilir að þú myndir halda áfram sem forstjóri? Já, það var gert en þessi greiðsla og kaupin voru raunverulega ekki tengt í það er bara svona heiðismannasamkomulag en það var aldrei neinn stór ákvörðun fyrir mér Var það alltaf planið bara? Mér fannst það bara eðlilegt að fylgja þessu úr garði þannig að fyrirtæki ég er mjög svona involverður í allt í fyrirtækinu og það hefði verið erfitt bara að halda ég hefði bara hætt frá degi til dags og núna er bara þessi svona breytinga þessi millistjórnendur að fá meira hlutverk og svoleiðis og nú er svona ákveðir svona þróun bara í gangi hægt og rólega svo getur líka bara vel verið að ég held áfram og verði þú veist næstu 5-10 árun hver veit en það held að það veri bara verið augljóst að það var betra að ég myndi sjá þess að þetta handover væri successful og hvort sem það var 1 eða 2 ár samningurinn til 2 ára og þú veist, kannski líkur honum fyrir, kannski setna við bara sjáum hvað gerist. Algjörlega, þá spyr ég einni persónulegri spurningu
sem að margir senda á mig fyrir þátt þegar við auglýstum að vera komið þáttinn sko, hvernig að ranka við sér spurðið á hann hvernig að ranka við sér sem fórstjóri 26 ára, en hvernig að ranka við sér að vera orðin bara multimilljarðamæringur? Já, það ég bara finn mjög lítið mun sko. Já. Ég hef alltaf haft bara góða stjórn á mínum fjármálum og svona mín svona megin verkefni þau snúast það sem ég að gera í vinnun og börnin mín og ala þau upp og það hefur ekkert breyst þar í því þannig að mér líður þetta er kannski ekki sexy og skemmtilegt svar sko, en mér bara líður nákvæmlega eins og áður en ég er vissulega svona stoltur að því að hafa getað skapað fjölskyldunni öll þessi verðmæti og ég ætla að fara vel með þau og tryggja þau nýtist vel komandi kynslóðum og verði líka afl til góðs og nýtist börnunum mínum og afkomendum á hæfilegan máta. Algjörlega, þá kannski sko, ef ég myndi fá svona tölu inn á reikningi minn, þá var ég bara farin til Hawaii og svo væri maður bara remote þarna bara sem fórstjóri Kólaplast, fórstjóri Keris afsaki, en þú mæti bara vinna 8 daginn eftir þess og ekkert hafi ískorist. Já, það er þannig. Ég meina, hver áttu börn? Já, ég á 1 mánaða. Já, akkurat, þú veist að það er að koma honum í leikskólan. Já, hann tæki leikskóla Hawaii. Já, 5 börn, 3 sem búa heima, eða 4 sem búa heima, þannig að megin markmið er náttúrulega bara að koma börnunum til manns og þeirra nám og svo líka að reyna að passa þess upp á samfélagið okkar að reyna, ég hef alltaf haft svona skoðanir á á samfélagsmálum og þau hefur ekkert breyst. Ég var að tala hérna á hann borgarlínuna og önnur mál. Það eina sem er breyst að það er fólk núna sem ennur að hlusta á mig. Mín orðræða hún hefur ekkert breyst sko. Þannig að mér er mjög umhugað að Ísland verði áfram gott land fyrir börnin mín og ekki bara börnin mín heldur fyrir landana mína, fyrir okkur öll. Og við verðum að passa okkur að missa okkur ekki í einhverja vitleysu og að vera að leysa einföld vandamál með einhverju eins og með þessar borgarlínu að vera 300 milljörðum í að búa til eitthvað sem enginn vill þegar er hægt að leysa það með að byggja nokkur mislega gatnamót, laga nokkrar frár á aðreinar, brekka 2 eða 3 götur og gera nokkur hringtorg. Lausnin er bara svo einföld. Hún liggur fyrir framan okkur. Hún hefur verið framkvæmt í 100 borga af nákvæmlega sömu stærð í Bandaríkjunum, Kanada og Norðurlöndum. Amen. Þannig að það bara stundum einhvern veginn vill fólk gera hlutina sem eru einfaldir á mjög flókin fyrirhyggju máta sem má ekki gerast. Þá verð ég að spyrja Guðmundur, dagurinn, það sem að er búið að handsala þessu, þú ert að selja félagið á 170 milljarða, hvernig leiðir þegar þú ert búin að skrifa undir, þú átt ekki fyrirtæki lengur, bankabókin stútfull, en þetta hlýtur hafa verið dálítið, þú myndi aldrei gleyma þessu degi líklega? Nei, þetta var náttúrulega mjög merkilegur dagur þannig. Við undirritum í Danmörku, í hérna Nordtown sem er svona nýr hluti af Kaupmannahöfn á lögfræðistofu þar sem við höfum verið í viku 24/7 að vinna að síðustu bara ná að klára þetta og það var náttúrulega ótrúlega ánægilegt að skrifa undir með þessum góða árangri og góðan samning þar sem að ég brost og mér leið vel eftir hann og þeir líka og ég sá líka á mótælum að þeir brost og þeim leið líka vel. Einmitt. Og það eru náttúrulega bestu samningan þegar öllum líður vel og þetta var bara ótrúlega flott ferli og Mike Cadigan, fjármálastjórinn í Keresis staðis ótrúlega vel og lögmenninir okkar hjá Logos hjá Benedikt og fleiri og Wilson Sonsini sem var hérna alþjóðalögfræðingurinn okkar og BBA Legal og allt þetta góða fólk sem hefði unnið svo hörðu höndum hérna mánuðan undan að náðum að koma þessu öllu höfnar svona skemmtilegan og árangursríkan máta og þegar við settum hann stund í leigubílinn og fórum út á flugvöll og það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt en
en ég veit ekki, ég held kannski að sko þetta var vissulega góð og mikilvæg tilfinning en það var miklu meiri sterkari tilfinning að eignast fyrsta barnið til dæmis þannig að þetta er kannski ekki svona þetta er kannski svona boring svar, ég veit ekki en einhvern veginn, bara læka og svan það sem ég er ánægast með þess að Guðmund segir og ég er svo sammála og Heiða Guðjóns talaði þetta í þjóðmálum í daginn að sko vinstri menn halda alltaf að át kapitalisti að þá er það þannig að einn er að græða og hinn er að tapa en álega það er ekki þannig þú getur búið til díl sem er vinn-vinn fyrir báða akkurat, nákvæmlega og það er nákvæmlega sem þetta er þessi díl skapa gríðarleg verðmæti fyrir Ísafjörð fyrir alla hluthafa Keresis fyrir starfsfólkið, þá voru allir með kauprétt í fyrirtækinu fyrir $150 million greitt á klósum til starfsmannina Koloplast, þetta flotta fyrirtæki að þeir þurfa nýja tækni þeir eiga að halda áfram að vaxa og dafna og þetta smellpassar inn í þeirra setup þetta er grænlaust, við erum að nota eitthvað sem er hliðarafurður úr sjávarútvegi, eitthvað sem er yfirleitt kastað við erum að nota íslenskan fisk við erum að taka þann tengja saman fiskveiði hefð á Íslandi sem er 1/4 af GDP-in okkar núna og tengja það saman við hátækni og framtíðina, við erum að tengja saman fortíðina og framtíðina þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtilegt að hafa leitt þessa vegferð. Ef að Koloplast fórstjórinn þar, hann ringir í á morgun og segir, heyrðu þarna okkur langar að færa versmiðuna úr Ísafjörð og hafa hana þetta bara í Köpen, hvað myndir þú segja því? Já, sko það væri náttúrulega ekki gott samtal það væri fyrst alveg ekki hægt vegna þess að öll leyfin á framleiðslunni eru háð Ísafjörð það myndi taka nokkur ár að flytja hana svo meikar það bara heldur engan sens við erum að nota fest þorskroð og sem þarf að vera fiski sem hefur verið meðhöndlað mjög vel ísaður rétt og það þetta vera hágæðar hráefni og það er bara til þannig hágæðar hráefni hérna á Íslandi og hann er bara hérna 2 kilometrum frá Hráðstóðsson Gunnur sem tökum róðið þannig að það þetta breyta framleiðslu aðferðinni það þetta einhvern veginn þá að frista róð út og sjóa einhvern veginn og flytja það sem til Danmörkur og þýða það þróa aðferð fyrir það þannig að það er og svo kannski það sem er kannski í þessu líka er að þetta gengur bara ógeðslega vel á Ísafirði það eru bara rosa peppaðir starfsmenn það eru afskaplega góði stjórnendur það er jafnvægi á rekstrinum það eru engin gæðavandamál það bara gengur allt rosalega vel við erum að framleiða meir en við erum að selja þannig að það er engin og svo er líka framleiðslukostnaðurinn það kannski líka vegna þess að ástæðan fyrir fyrirtæki og svona mikið svirði að framleiðslukostnaðurinn hjá okkur er lítill þannig að launakostnaðurinn er bara hann bara rekastrar ekki í Excel-skjalinu þannig að ef þú var að flytja framleiðsluna eitthvað annað að flytja til dæmis til Kína eða einhvers staðar það sem er eins og Koloplast með framleiðslu í Costa Rica í Suður-Ameríku eða Mið-Ameríku það eru laun lægra en Íslandi en bara launakostnaðurinn í Excel-skjalinu hann er bara svo lítill að áhættan og vesnið það bara myndi Hráefniskostnaðurinn er væntanlega líka lítill hvar er stærsti kostnaðarliðurinn? Í sölu og markaðsmálum og svo rannsókn og þróun Klart. Þá erum við held ég bara komnir í loka spurningarnar ekki hraðaspurningar en svona þetta eru svona rittara hraðaspurningar stuttar hraða eitthvað bland þetta er búið að vera svo áhugavert ég held að við ættum að fara að tefla við förum beint að tefla eftir þátt já, bara örsnögt ég reyndar kannski, ég er að fara beint eftir þátt, Guðmundur er velkomin með okkur við erum alltaf að fara á Arína eftir þátt það sem að Íslamótið í netskák er að hefjast í beinni útsendingu á Sjónvarpi Símans það sem að 16 bestu skákmenn landsins er að mætast gaman að fylgjast með því ég veitur, hvetjum allir til þess vantar þið far kannski? já, með vantar far góði búdvar já, búdvarinn 0,0 reyndar David Jones leinitryggs í Sörnverberginu ég mæli með þetta mamebönnu veistu, það eru stútfullar af prótinu og agalega bragðgóðar frumeri allir með nýja endastaf það er komið tíma að drífa sig í skoðun og að lokum kemi bílavarahlutinir það er bara með setja bílnúmeri sett inn drauma bílavarahlutinir allt sem snýra bílum nýra afkemi, það er líka kemi en já, sko, ef við byrjum á því uppáhalds staður í heiminum við myndum fæstra
Já, það uppáldstæðir í heiminn, það náttúrulega bara Ísafjörður. Það segir sér sjálft. Ég fer, er það með mitt annað heimili og við líður hvergi betur en á Ísafjörði. Það ég á 5 börn og þau hafa öll verið með sumarvinnu þar eins og ég og var 3 börn þar að vinna í sumar og það bara, þar nær maður tengingu og líður vel. Já. Og þannig að það er bara besti staðurinn sko. Líka sko gellurnar á Tjöruhúsinu, það er bara besti matur sem ég smakka á ævinni sko. Það jafn góður og hambúrgarnir á Hamborgarbúl Tómasar? Það er 50-50 sko. Að slagar í það, já, ekki gera það. Ég fór í bíó í gær, Ljósvíkingar, og hún var alveg frábær mynd. Alveg, hún gerist þarna á Tjöruhúsinu og er bara ótrúlega flott og það er gaman að sjá svona í kvikmyndagerð hvað þetta er orðið bara svona flott produksjón. Öll samtöl, það var alltaf svo í þessum íslensku myndum, þau voru svolítið svona ankaralega svona samtölin alltaf. Þetta er allt perfekt, hljóð, samtöl, mynd og einmitt sögusvið þarna Ísafjörður. Bara skemmtileg kvöldstund, mæli með henni. Já, tjekka því. Kaffi eða síkó? Kaffi. Já. Túr og tógara eða strandveiðibát? Tógara. Já, grjótart. Látum okkur sjá sko, ef við förum bara Jaðarsendu þá er það Yngvi í pingjunni hann spyr bara beint út. Já, þetta var ekkert mjög flókin spurning á honum. Hann spyr, hvað ætlar að gera við fucking 20 miljardar? Þessi er heldur góð. Já, ég ætla að skipta honum upp og þannig að hluta því er svona gemt til framtíðar fyrir fjölskyldunum til langstíma og hluta því eru peningar sem ég ætla að vera að vinna úr sjálfur á næsta árum með fjárfestingum og með að hluta til þá í svona sprótafjárfestingum og fjárfestingum. Já. Og við vorum búin að lofa ekki fleiri fótballspurningum en það er ein aðsend hérna. Hvernig er að hafa mann eins og Samuel Samuelsson á vaktinni fyrir vestra og þegar við vonum að styttu? Það er náttúrulega alveg bara aðeinslegt og ég ætla bara að hvetja alla til að fara á völlin og styðja vestra og ég einmitt að fara á fótboltaleik með Samuel á föstudaginn og hvað er Svartfjallaland? Já, Íslands Svartfjallaland, já. Og það verður gaman að fara með hann þangað og ég er að fara líka með Jakob Valgeri mikið snillingur, hefur hann komið viðtal til ykkar? Nei, við þurfum að fá þann kóng. Já, það verður nú skemmtilegt samtal að hlusta. Já. Ekki spurning, sko það er bara ein spurning eftir. Já, gjör svo vel yfir. Bónus fyrir lægsta vöruverðið, en eitt ráð sem myndi gefa ungu fólki sem að langar að skapa eitthvað og láta að sér kveða í atvinnulífinu? Það er að læra vandamálið, öðlast djúpa þekkingu á vandamálinu og hafa á einhverju vandamál sem þú voru áhuga á og læra allt um það og þá kveika hugmyndirnar og hæfileikarnir vera til í að láta hugmyndirnar rætast. Glæsilegt. Guðmundur Fertram, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Gaman að vera með ykkur. Takk. Bye.